Þá erum við live. Gestur þáttarins Jakob Bjarnar og við erum ekki með Sverri í kvöld. Hann þurfti því miður að stökkva á vakt. Jón Þormar með okkur á Spáni, ég Helgi Bjarnason. Jakob Bjarnar, ég ætti ekki að kynna þig inn. Þú ert búin að vera blaðamaður í 40 ár. Já, það lætur nærri. Já. Og já. Mér langaði nú að segja, sko, ég er mjög spældur yfir því að hann Sverri sé ekki hérna, því að ég ætlaði nú að fá að eiga orð við þann mann. Já. En hann hefur bara ekki þorað að mæta. Nei, ég held að hann sé rosa svektur við sjálfur að hafa ekki getað mætt, sko. Já, heldur þú það? Já, ég er 100% á því. Ég ef að einhver maður er til í stemningu, þá er það Sverri, sko. Já. Hann er alltaf til í það, sko. En við byrjum yfirleitt bara á einhverju svona krassandi umræðuefni. Jón, þú ert nú búin að skrifa einhvern tímann held ég umfjöllun þetta. Já, við vorum með náttúrulega viljum bara byrja á að hjóla í, líklega eitthvað partur af því, Jakob, sem þú vildi nú ræða við hann Sverri. Það er nú umfjöllun vísis hann síðast, ræðun hans. Já. Það var náttúrulega það er nú efni í hálfgerða grein, hvernig sá ungi drengur gerði það, hvað heitir hann, Rafn Ágúst, eitthvað svoleiðis. Gríðarlega efnilegu blaðamaður. Já. Ungur blaðamaður. Já. Er þið nú sónar allt í hausnum á mér þetta? Já. Þetta er ungur blaðamaður og hérna og hækka í þessu hérna. Já, þannig er hægt að lækka og hækka. Já. Þetta er allt annað líf. Við getum hækkað að lækka hérna og allt. Já, hvað vildur þú segja hann, segirðu? Herðu, við vorum ég var að renna yfir svona rifja upp umfjöllunna þarna og það er náttúrulega, hann setur þessa grein inn Sverri, það sem að er verið að fara í, það er nú mest bara fjallað hvað hann átti að hafa skrifað áður, minna ræðuna sem að ræddi. Já. Og það var nú helvíti fannst mér lélegt að það er nú hringt í blaðamanninn, hvað heitir hann, er það Ágúst Rafn? Nei, Rafn Ágúst. Rafn Ágúst heitir hann, drengurinn. Rafn Ágúst og þá, hann tekur fram í greininni að hvorki Sverrir eða Anton Sveinn hafi vilja láta hafa nokkuð eftir sér, en Sverrir var nú heldur betur með ræðuna sem hann vildi nú láta hafa eftir sér, sem hann gerði ekki. Já, sko, auðvitað er það svo að ef einhver hefur samband, ég tala nú ekki ef að það er búið að hafa samband við mannin áður og hann beðin að tjá sig, þá á auðvitað að taka það fram, en sko það sem mér skilst að hafi gerst, og ég hef ekki lesið þessa grein, nýja hef ég rætt þetta við Rafn. Rafn er ungur drengur, hann er aðalega oftast á helgavöktum og kvöldvöktum hjá okkur, er það að hann mætti Sverri bara grjóthörðum með mikla ræður og mikla yfirlýsingar blaðamennsku og hvers konar djöfessis fíblrappværi og vísir væri vókaður fyrir haus og hann hefði nú bara voðalega lítið við svoleiðis aumingi að segja. Síðan virðist hann svona hafa það væri frábært náttúrulega að hafa Sverri til þess að fá þetta allt sannreint, en sko ég er alveg sammála því. Auðvitað eiga blaðamenn ekki að vera að taka upp þykkjuna og það hefði verið sjálfsagt að koma einhverju frá Sverri þetta að. Já. Það finnst mér alveg sjálfsagt. Já. En ég held við megum ekki gleyma því og við erum að tala ungan blaðamann í það og hvað þegar hann færi yfir sig holskeflu svívirðinga og mikinn pistil það hvers konar ömurlegt fyrirbæri vísir þá hef ég svona ákveðna samúð með honum, en ég er alveg sammálaður, þetta fór eitthvað fórkurum algjörlega, bara, þú veist. Mér finnst það að vera svo verra, það er sko að Sverri gerir það ljóst sem að blaðamaðurinn verið staðfesta líka, að það er það að Sverrir hefur svo samband við hann eftir á og hann gerir honum ljóst að þannig er hann ekki að ræða regnbogafánan eins og sagt í greininni, heldur þennan framfara fánan, svo kallaða, og sem hann kallar alnæmisfánan. Hann neitar að leiðrétta það í greininni og segir að það sé vegna þess að þekkir hvað sem engin munin á þessum fánum, hann hafi ekki gert það sjálfur og það, svo leiðrétting eigi ekki erindi við nokkurn einasta lesanda. Mér finnst það alveg ótrúlega furðuleg
vinnubröð, þetta er svona svolítið grundvalla munur. Já, það sem er greinilegt er að þarna hafa þeir einhvern veginn farið, já, hvað heitir það? Svona munnhöggvast og hann Já. Nei, ég er alveg sammálað þessu, ég bara, þú veist, sko, mér persónulega sjálfsagt að koma að þessum ábendingum og þessum athugasemdum Sverris á framfæri, ég bara, mér finnst sko ég er sammála því. ég ætla ekki að fella dóma þennan unga dreng sko og eflaust bara og framtíðina fyrir sér í þessu sko og allir eru mannlegir og allt þetta sko en mér hefur þótt sko einkennar rosalega mikið blaðapistla sem að hafa verið skrifaðir sérstaklega sko. Veitu, hvað meinar blaðapistla? Já, blaðagreinar og ég kallaði greina frekar því þetta er yfirleitt stuttar greinar. Fréttir? Sko grein, við verum Nei, ég er ekki að tala ég er að tala heimildina, ég veit ekki hvort þú vilja kalla þetta fréttir. Sko, bara samkvæmt siðareglum blaðamanna sem er nú eitthvað sem við hljótum að miða við, þá er skýr greinamunur á viðhorfspislum annars vegar og fréttum hins vegar. Já. Og það er svona eitthvað, það er eitt af þessum líkilatriðum sem að fólk virðist eiga voðalega erfitt með að skilja. Já, mér finnst þessi heimildin vera, mér sko, flestir maður þeir gera er sko sjónamið sko. Þú veist, það eru viðhorfspistlar og oft setti fram í formi frétta og mér finnst það pínu óhæðilegt. Já, það er bara ekki gott. Nei, og það sem að kom þarna fram sko hjá honum Ágústi Rafni, eða ekki, að mér fannst þetta að vera svona samtíningur. Það var kannski, eins og Sigmundur Davíð orðaði það sko, og ég held að hafi verið í spursmálum fyrir á Sprengisandi, það hafi ekkert verið í ræðinni sem var svona hend á festandi sko og ég hlusta á ræðina, mér fannst ekkert svona, hann fór ekkert overboard, hann hefur alveg gert það en hann gerði ekki þarna og þá var svona verið að finna eitthvað 2 ár aftur og svona, ég veit ekki, mér fannst þetta að vera svona hálfgerð hit piece og vera alveg hreinskýrin, en ég meina þannig er það bara. Það á ekki að vera þannig í frétt sko. Nei. Og við vísir teljum okkur vera algjörlega hlutlausa eða hlutlæga öllu heldur í umfjöllun. Ég held að við séum bara eini fréttamiðlin á Íslandi þegar við erum að tala um meginströmsfjölmiðla, þá erum við faktisk séð bara að tala um þrjú fyrirbæri. Við erum að tala um RÚV sem að lítur allt öðrum lögmálum heldur en sko við erum að tala um epli og appelsínur þegar við erum alltaf að rugla RÚV inn í púlíuna þegar við erum að tala um frjálsa fjölmiðla. Svo erum við með okkur, Vísi sem sagt, og svo Moggan. Já. Þetta er ekki meira, strákar. Þetta er orðið alveg grátlega lítið og það er stöðugt verið að höggva undan þessu sem er graf alvarlegt mál. Hvernig finnst þið verið að höggva undan þessu? Ég bara tekjumódelið, tekjugrundvöllurinn brast. Menn er að reyna að keppast við að reyna að finna einhverja leiðir til þess að berga þessu. Þess vegna eru nú þessi ríkistyrkir sem eru afar óheppilegir af mörguleiti. Eru afar óheppilegir en á sama skapi að kannski halda þessu lifandi, þú veist, en það er náttúrulega... Ég veit ekki, ég er bara andsnúinn þeim, sko. Ég hefði haldið að ef að ríkið ætti að koma þessu eitthvað til hjálpar sem að mér sýnist einsýnt, að ríkið verði að gera, ef við viljum halda þessu á floti á annar borð, þá hljóti að vera einhverjar aðra leiðir til þess heldur en þær að vera með bein framlög. Ertu með einhverju svona mótaðar hugmyndur hvað það getur verið? Nei, ég er það ekki, sko, mér dettur í hug eitthvað bara í kringum skattakerfið. Já. Einhverja fyrirgreiðslu, skilur, þú veist, við erum að keppa við náttúrulega samfélagsmiðla og erlenda miðla. Þetta eru miðlar sem að borga ekki neitt hér til ríkisins, til samneyslunar. Já. Þannig að mér finnst, sko, fyrir utan það, sko, þá erum við bara í alveg ömurlegri stöðu, bara út frá öllum samkeppnissjónarmiðum. Já, það eru það. Já. Þetta er bara gaggalagú og meðan heldur ríkið áfram að henda á okkur skildum og fjölmiðla nefnd sem að gera nú ekkert annað heldur en að bregða fæti fyrir almennilega fjölmiðlar, stórfurðulegt fyrirbæri. Þannig að þetta þú veist, en svo grípa þér til þessa sem er svona einfaldasta sem að hún Lilja Dögg keyrði nú í gegn á sínum tíma sem er að vera með bein framlög, skuttla einhverjum nánarsalegum aurum í þessa fjölmiðla sko og meðan er þeim bara blæðið út. Já, þetta er nú einhverja 120 og eitthvað milljónir til stærstu sko. En
en jú, þú veist Já, ég meina það, við erum sko, heimildin til dæmis að fá 70, við erum að fá 100, ég man eitthvað heimildir og mannlíf saman já, þetta er bara, þú veist það er rosalega, mér finnst alveg skrítið hvað þeir fá hlutvarslega mikið bara það er algjörlega ridiculous auðvitað á miða þetta við stöður sem eru á miðlunum, mannskapurinn sem er að baki. Af hverju heldur að þeir fá svona óbúslega mikið? Og þetta er ekki neitt fyrir sín, skilurðu? Nei. 100 milljónir eru bara, ég veit ekki, mokkin, ég veit ekki alveg hversu marga starfsmenn þeir eru með. Sennilega, en þetta, sko, ef við reknum þetta bara þannig, þá er þetta bara hlægilega lítið fyrir sín með að við til dæmis heimildina sem er að fá bara talsvert mikið. Já, þetta hefur líka verið pólitískt. Ég man að eitt árið að þá fekk til dæmis út af saga til dæmis ekkert. Það var svona eftir hendisemi sko. Ég meina sko útvarp saga, eitt pindi með Pétur og Arnþrúði vini mína. Já. Þau eru alltaf að tala um fjölmiðlar þetta og fjölmiðlar hitt. Af hverju eru þau þá að sækja fjölmiðlarstyrk? Skilurðu? Eru þau ekki fjölmiðlar? Þau láta ekki þannig. Nei, ok. Nei, skilur hvað ég er að meina. Já, ok. Akkur er að gera fjölmiðlna þetta ekki og... Mér langar, varðandi, sko, siðareglu fjölmiðla. Já. Finnst þér hafa svona halla undan fæti síðustu ár í því að, þú veist, að hringja í menn, tala við þá, fá viðmót þeirra, þú veist, og fylgja þessum reglum? Siðareglur blaðamann er eitt og svo eru hver og einn fjölmiðl með sínar eigin... Já, ég er að tala um siðareglur blaðamanna sem er blaðamannafélagsins. Sko, þetta er bara orðin svo gríðarleg breyting. Já. Sko, samfélagsmiðlar stjórnmálamenn láti ekki ná í sig, þeir nota þetta sem plattform fyrir tilkynningar sínar. Hvernig ná að umgangast þetta? Á að taka þessu sem tilkynningum eða einhverju, þeir láti ekki ná í sig svo upp á það að spyrja ítarspurningar. Þetta er orðið miklu meiri hraði heldur en nokkuð tíman var þegar maður var bara með prentið á sínum tíma. Ég veit ekki, þetta er bara þróast, við erum í miðri deglu, þetta er bara sprengja, sko. Já. Þannig þetta reynum alltaf að leita gagnstæðra sjónarmiða, en stundum þegar einhver stjórnmálamaður hefur hent út einhverju sem við getum definera sem einhvers konar sprengju, allavega kvellettu, þá bara viljum við fá það út leið, skilur þú, þá eru kannski ekki... En sko á móti kemur að þetta er svona að einhverju leiti þetta er svona miðillin er að einhverju leiti gagnvirkur. Þú getur spyrt frétt og ringt svo í einhvern sem að hugsanlega getur vilja bregðast við þessu. Bætt við að koma með nýja frétt, skilurðu. Og það er, sko, ég man að Jónas Kristjánsson er mikið talað um það kranablaðamennsku. Kranablaðamennska á ekkert við í dag. Kranablaðamennska hjá Jónasi var miðaðist við blöðin og að þú hringdir í einhvern sem að gasa því, birtir það og svo líður einn dagur, sko, og þá hringir í næsta og þá svarar hann og svo, þú veist, þetta er einhvers konar ritdeila, skilurðu, en þetta er bara gerast innan sama klukkutímans, kannski, skilurðu. Svo var nú, athugasemdakerfin voru nú slitin frá, ég var mjög mótfallin því. En það var nú samt gert, það verðist nú ekki margir saknað þess, en mér fannst það mér fannst það vera mjög mikilvægt bara upp á viðbröð. En þú veist, virkir í athugasemdum sem að Davíð kallaði svo, þeir eru svolítið eins og rónin sem að kemur óorðið á áfengið. Þeir eru svolítið mikli rónastælar á netinu, það verður að segjast. Ég tekið þátt í þessu stundum. Jón, þú ert með einhver spurning fyrir okkur. Já, ég verða að ég er ekki tilbúin að sleppa þess alveg strax eins og með það sem við vorum að ræða á þann og það er náttúrulega, sko, við hljótum að gera okkur grein fyrir að ég er rosalega svektur með að Sverrir okkar skuli ekki vera hérna, en það er náttúrulega Jakob er búinn að náttúrulega ljóstra því upp að það er náttúrulega bara vegna hræðslu. Hann er óttaslegin, hann er hættu við mig og ég virði það. Mér þykir vænt um það í öðrum þræði og leiðilegt hinum.
en það er náttúrulega, hann lendi rosalega leiðilega í því. Ég skrifaði nú svona nokkuð stóran pistil honum til varnar, ég kallaði það fjölmiðill ofbeldismadurinn sem verður fórnarlambið þegar honum er svarað. Það var þá náttúrulega fór hún rétt með, hún sem að skrifaði fyrstu greinina í Moggan, hún sem var í sambandi þungra sjálfstæðismanna og en svo er þetta bara eins og að vera í svona, ég kem nú frá Raufarhöfn og þetta er bara eins og að hafa verið í smábæ, gekk þetta fjölmið frá fjölmiða sem að sagan varð alltaf ýktar og ýktari, næst kom svo saga í, ég man ekki hvaða fjölmiðl birti hvað, ég held að það hafi verið Vísir sem birti svo hann hafi sagt af sér vegna rasisman, svo segir hann meira að segja í Bergsteinn segir bara við Sigríði Andersen á RÚV að nú hafi aðili sagt sig úr stjórn ungra miðflokksmanna eftir að hafa gengist við ásökunum, að gengist við rasisma. Svo man ég ekki hver þriðja líin var, ég rakaði þarna, en það var bara, gott ef það var ekki heimildin. Þá var einmitt sagt bara, hann hafi sagst vera rasisti eða eitthvað svoleiðis. Það skiptir ekki alveg en þú veist, þarna var bara logið upp á hann og það er engin tilbúin að koma og þú veist, taka upp hanska, hvernig á aðili sem væri ekki með plattform eins og Sverri, ekki með svona stuðningshera á bakvið sem mætti segja. Hann er nú með ykkur, þú, hann er nú fókt. Já, hann er með það. Hann er nú heldur betur með heilt podcast. Já, ég segi það, en aðili sem væri ekki með, þú veist, neitt plattform, hann þyrfti bara að gjöra svo vel að kyngja þessu því að það verist engin tilbúin að bakka með þetta eða einu sinni leiðrétta þetta. Við vorum alltaf að hvetja hann til að fara með nokkur af þessum málum bara hreinlega og kæra það í siðanefnd en hann verðist ekki nenn að standa í því. En mér finnst þetta rosalega slæm vinnubröð, ég ætla nú að fara út í nokkra tiltekna aðila eftir en ég ætla ekki að blanda því saman. En þetta er svona þarna stend ég við það að þarna er aðilinn einhvers konar þegar að maður sér svo eins og Lenju Rún, við fengum hana nú í þáttin í kjölfarið að því að hún var að gagnrýna okkur fyrir að hjóla í blaðamennina persónulega. En þú veist, hvað eiga aðilar að gera sem að eru að svara ásökunum sem að bókstaflega er þarna bara byrjað að þeir stigmagnast og það er bara byrjað að ljúga upp á þá og enginn virðist vilja leiðrétta. Hvernig, þú veist, þetta geta alltaf talist boðleg. Hvað, af hverju hringduð ekki mig? Við vitum það núna ég er nú með símanúmerið hjá þér í dag Já, það er klárlega næst á listan. Nei, það er augljóst að hann hefur eitthvað misfarist, ég bara mér sýnist það algjörlega þannig. En ég vil fjallum blaðamenn og þetta er eina leiðin til þess að fjallum hana sem fag hlutlagt. Það þýðir ekki það að mér sýnist ekki eitt hitt og þetta eitt og annað. Og það er skoðanir tjái á netinu, á Facebook, eða bara hér, eða bara hvar sem þess vegna. En þegar ég er í vinnunni, þá leggja mínar skoðanir til hliðar. Þetta er gríðarlega þetta er mjög mikilvægt atriði. Skiljiði hvað ég er að meina með? Já, algjörlega. Þetta er bara það sem að blaðamennska á að snúast að það er að greina frá því sem er raunverulega í gangi í samfélaginu. Ég segi þetta af því að ég verða að viðurkenna, ég hef ekki farið mjög djúpt í þetta mál sem þú ert að ræða, Jón. En ég hjá eftir því hins vegar að þið voruð að nefna það að Rafn hefði verið með nælu í nefinu og hefði verið að deila einhverju efni frá Semu Erlu. Þetta kemur ekki málinu við, Þetta kemur ekki málinu við. Í raunin ekki. Skiljiði bara út frá þessu sem ég var að segja áðan. Ég held að það sem að hann sé að reyna Ég er sammálaði ef að vinnubrögðin, að fyrirgeðu Helgi, ég er sammálaði ef að vinnubrögðin væri samræmi því að mér finnst bara orðið svo algengt að við erum að sjá orðið svo marga og ég ætla nú bara ég verð nú bara að segja eins og að þú átt svona ákveðna samúð frá mér með þetta því að þér lítur svona líða svipað eins og Lionel Messi eða einhverjum svona sem Lionel Messi íslenskar blaðamennsku að þá svona virðist þú vera stundum í liði með mönnum í vinnunni sem að kæmist líklega ekki einu sinni í liði hjá Austra Raufarhöfn en ef við líkjum þessu saman fótbolta þá er ég að meina til dæmis Kjartan Kjartansson og Samuel sem að eru stundum bara ég hef stundum verið að lesa eftir þá og
ég á bara ekki til orð að svona sunda þessu sem þeir eru að skrifa fari gegnum ritstjórn, ekki vegna þess að umfjöldin heldur vegna svona það koma bara svo augljóslegar, persónulegar skoðanir fyrir í þeim að þetta virka oft eins frekar eins og skoðanapisnar. Já, sko... Ég held að sé einhverjum blöðum það að fletta allan með Kjartan Kjartansson. Sko, blaðamenn eru miklu sjálfstæðari heldur en menn almennt gera sig grein fyrir. Það enginn sem að segir, heyrðu, nú ferð þú í þetta og þú gerir það svona. Ritstjórn, þú veist, það hefur aldrei verið. Heldur að sé ekki á neinum blöðum að menn séu... Sko, þegar ég mætti fyrir 40 árum á pressuna, sko, sem blaðamaður, ég starfaði mikið á götublöðunum í den. Þú veist, ég var bara fyrir sjokki, mann hefur bara hent út í djúpulögina, skilaði bara efnin og haltu kjafti. Það ekkert farin á, þú veist, það var ekki eins og fyrsta greini mín, ég fór ekkert inn á ritstjórn og bara ritstjórn ekki svo mikið sem maður lesa hana. Þetta var bara, þú veist, þetta bara grafa, skurð, dabbi. En ok, ef svo hvernig útskýrum við þá að ákveðni fjölmiðlar virðast vera með svona political leaning, það að segja þú ert með heimildina sem alveg rosalega langt til vinstri og það mjög augljóst og maður sér aldrei einhverjar hægri pistla, skoðanapistla. Svo auðvitað eitthvað sem heitir andrúmsloft, sko. En fjölmiðlar eru einhvað síður margradda. Það er bara eitt sem menn verða að gera sig grein fyrir. Þannig hópur af fólki sem að skrifa efni sem að mætist í miðlinum og það kemur svo út. Það eru engar sérstakar línur nema að við getum sagt að heimildin með svona einhverja vinstri línu, óræða. Heldur þá að þeir óræða, frekar? Já, það er þannig og þeir eru náttúrulega miklu færri. Moggin eru þetta Hallur undir sjálfstæðisflokkin og hann kemur alltaf út úr skápnum fyrir hverjar einustu kosningar. Hann náttúrulega upprunalega málgagn sjálfstæðisflokk. Hann það og ásögulega rætur þar og það alveg augljóst að þangað inn eru ráðnir menn í áhrifastöður sem eru í flokknum. Ég meina Andrés Magnússon í flokknum, Andrea Sig þeirra helsti blaðamaður í flokknum, Stefán Einar í flokknum. Þetta allt í flokknum, sko. Þannig að og þar komum við að annari spurningu sem að mér finnst vera mjög athyglisverð. Erfið viðuregnar sem til eitthvað sem að hlutlæg blaðamennska, það eitthvað sem til? Hver munurinn á áróðri þá og hlutlægri blaðamennsku? Blaðamennska reyndar verður að vanda sig við það að fara með rétt mál. En það ekki bara það sem til greina kemur. Þið eru að tala að þið skinnið ákveðin tón í skrifum Kjartans og ég veit nú ekki alveg að hverju mikið sammeir þarna komin inn í þetta en ok, gott og vel. En sko, þetta til? Hlutlæg blaðamennska eða hlutdræg blaðamennska? Til eitthvað sem heitir hlutdræg blaðamennska? Ég held svo ég velti þessu fyrir mér sko. Ég held svona út frá heimspekilegri svona sjónarmiði og svona félagsfræði þá ertu alltaf einhverju marki mótaður. Þú ert alltaf einhverju marki brendur. Þannig að þú veist að alveg sama þú myndir reyna að vera hlutlaus, þá nærðu ekki og þú þyrftir að nota ákveðnar aðferðir til þess að vera hlutlaus og temja kannski ákveðin rittátt og svo framvegis og vera ekki með svona hlaðnar setningar eitthvað svoleiðis, þú getur gert það, þú þekkir þetta betur en ég. En hins vegar þá sko ef við tökum Kjartan Kjartansson að tala sko bara hitamál þú veist, þetta ekki hlutlaust. Kjartan náttúrulega bara í umhverfismálum og einhverju svona. En þetta ekki hlutlaust að neinu marki sko og ég hef skrifað vísindagreinar og þú skrifar ekki svona sko. Já, ok. Og það er mín skoðun, Jón. Sorry, ég ætla að segja, sko, ég get alveg ekki dæmi ég var nú með á fartölunum minni, ég var búin að safna nokkrum greinum. Þú veist, ég mana til dæmis, þá hann til dæmis, sko, mér finnst, til að svara spurningu Jakob, mér finnst þetta þá bara, ef þú getur sett hana bara hlutlaust fram, mér finnst þú ekki geta beðið meira heldur en það.
þá meina ég bara að skrifa bara factual, þess að bara staðreynda skrifirunni og láta svo aðra meta innihald fréttarinnar. Það er það sem að mér finnst blaðamennska vera, þetta er upplýsingagjöf, þetta er þjónusta við almenning, fólk má ekki gleyma því og fólk ætti aðeins að, finnst mér, hemja sig þegar að það er að láta hatrið ganga alveg eins og bara ég veit ekki hvað yfir fjölmiðla og blaðamenn, því að ég meina, þú veist, við erum undir bara, þú veist, ég væri með miklu meiri laun ef ég væri bara að vinna í afgreiði sjoppu, ég er að segja ykkur það rætt, sko. Þetta er ömurlega, þú veist, þetta er bara lífstíl og það er ekki eins og ég sé að draga einhverju tauma. Þóruður Snær var nú með heldur fín laun. Nei, var það? Já, það var mjög góð laun. Já, ég þekki það ekki. Nei. Ég get fallist á, sko, þetta lítur eins og segi, þess vegna áttu svona ákveðna samúð frá mér, einmitt að þurfa í rauninni að taka til varnar fyrir starfstétt, það sem að ég myndi klárlega segja, þannig að ég segir eitthvað að kissa það raskatið þarna, þess að ég get bara klárlega sagt með góðri samvisku að þú ert í sko topp prósentinu hvað varðar fagmennsku og annað, en þarna erum við að tala og ég ætla að taka dæmin, við tölum þegar Kjartan til dæmis í greinum, hann talar það er mannvinurinn Bill Gates, hann svo kemur, ég var að lesa greinu Trump, það sem hann er að tala Trump laug svo því að þessu, svo laug hann því líka að þú veist, við erum actually að tala svona orðalag, bara sem dæmi og maður veit náttúrulega hvað hann stendur og þá þess vegna kemur þetta svo illa út að geta ekki sko einu sinni hamið sér hvað varðar orðalag. Ég er sammála þessu, maður sá þetta líka rosalega mikið í kringum Trump, sérstaklega hjá RÚV, að þá var svona eins og fréttirnar ætti að vera meira mótandi heldur en upplýsingagefandi, sko. Já, mér finnst reyndar bara að skrítið með þessar erlendu fréttir. Við erum ekki á vettvangi, það liggur fyrir. Já. Við erum með 1 til 2 menn að sinna þessu, við höfum ekki efna á meiru og þeir eru raun og veru meira á vaktinni heldur en nokkuð annað til þess að geta tengt þetta þá við finna einhverja íslandstengingar á þetta. Svo eru þeir annars bara þýða greinar upp blöðum. Þannig að ég hef lagt það til að erlendu fréttum þeir eru bara hreinlega að laða niður en ég sem betur fer hafði ég það nú ekki fram á sínum tíma því að það væri nú Það eru komna skemmtilega leiður og komna síður úti þar sem að þeim er gervigreindir að fara yfir mikið efni og eins og ground news og þá eru þeir að taka sko sjónamið sem er bæði hægra og vinstra megin og það er svolítið, mér finnst það svolítið skemmtilegt konsept sko að þá færðu í rauninni bara já ok, þú veist vinstri hliðin er að segja þetta, hægri hliðin er að segja þetta, svo ertu með fréttir sem eru ekki sagðar vinstra megin og fréttir sem eru ekki sagðar hægra megin og það gefur þau svolítið skemmtilegt svona yfirlit. Já. Þetta fjölmiðlar í Bandaríkjunum setja mann í ákveðin vanda með þessar pælingar hlutlægni í blaðamennsku því að þeir náttúrulega bara lýsa yfir stuðningi við. Það eru rosalega sko. Já og hvað á maður þá að kalla þetta skilur við? Já, það er góð punktur. En leið þá náttúrulega er þetta einhver leið sem þeir sjá til þess að fjármagna sig. Finnst þér svona sem maður með reynslu í þessu velur fólk og vill fólk hlusta á greinar sem það er sammála frekar heldur en að vera upplýst? Ég held að það sé nokkuð ljóst. Já. Ég held að það sé til dæmis það sem að heldur mokkanum í gangi sko, myndi ég halda. Það eru flokksbundin sjálfstæðismenn sem aðalega held ég séu áskrifendur. En MBL og mokkin er ekki alveg sama dæmi? Nei, svo er það nú. Ég þekki þetta ekki alveg hvernig þeir hafa þetta upp í móum, en nei, ég veit ekki alveg sko máli var að mokkin var til langstíma undir stjórn Styrmis og Matthíasar alveg sko svakalega borgaralegt blað. Og ef þið lesið til dæmis bók Matthíasar Málsvörn og minningar heitir hún, þá talar hann af mikilli fyrirlitningu DFF og pressuna og svona, þessi heiðgula pressa.
En við skulum samt hafa eitt í huga og ég starfaði nú lengi með Gunnari Smára sem að öðrum þræði algjör snillingur. Hann til dæmis bent á eitt með Moggan að sko ef við skoðum Moggan 1920-30 þá erum við að tala bara hard news. Jón Jónsson tannlæknir á Laugavegi hengdi sig í gær. Þú veist, útförum verður auglýst síðar. Það var bara hispurslaus fréttaflutningur alla leið. Já. Smátt og smátt þá hverfur fólkið úr Mogganum og í staðin fyrir að Jón Jónsson keyrði á Guðmund Guðmundsson á mörkum, þú veist, Hringbrautar og Hofsvallagötu, þá það bara lata keyrði á Saab bifreið í Vesturbæ Reykjavíkur. Takk eftir muninum á þessu tvennu. Já. Þetta svo hins vegar þegar þeir eru með sko slúðurfréttir af erlendu fólki, þá það name and shame og bara alla leið. Já, ég bjó í Svíþjóð og þá var þetta svona að þeir sko bönnuðu að nefna jafnvel þjóðurni fólk sko. Það var hérna kód 271 og eitthvað svona og það, ég man bara manni fannst þetta að vera orðið hálf klikkað að banna, að væri svona aðförð að málfrelsinu en og svo voru þetta oft misvísandi líka sko. Þá voru það Svíjar en það voru rauninni sómalir með sænska ríkisborgarar rétt og eitthvað svona. Ég sé að Jón hún liggur eitthvað mikið á hjarta. Já, þetta bara það svo að hérna, ef hann Frosti skildi vera að horfa þá, svo hann takk ykkur ekki að lífi, þá þurfum við að færa mikrofónunars Jakobs hérna úr línu myndavélina, því hann eiginlega svolítið, þegar myndavélin á honum, þá hann svolítið fyrir þetta flottu svona. Hvernig það svona? Flottu svona og sér það á myndinni hérna, skjáin. Ég ætla ekki að hætta á það að Frosti komi keyrandi upp í stúdíu til ykkar brjálaður. Betur að hafa Frosta góðan. Borga sig. Hérna, já, við vorum hérna með Svíþjóð og hvernig það hefur verið þar og þar voru fréttir orðna mjög misvísandi og þetta var orðið svona að fara að gangast upp í því að þú veist það var verið að bró sem sáum til mis tölfræðina, það var verið að fela tölfræðina, skýsturnar eru alltaf á margra ára fresti og það var svona samtíningur, það var verið að setja fram alltaf með nýjum hætti þannig að þú gast ekki borið þetta saman milli 5 eða 7 ára hvernig sem þetta var að koma út sko. Ég man að ég fór í gegnum þetta og reiknaði upp úr þessu og eitthvað svona og að bera þetta saman. Svo hefur verið neitað fyrir það, þú veist að það sé svona ákveðin munur á hópum. Þetta bara, bara fólk eins og við og eitthvað svona alveg óháð menningu og svoleiðis sem að stenst eitthvað skoðun. Greiningar síðan frá Danmörku, Hollandi, Noregi og eflaust fleiri löndum hafa sýnt fram á það og kemur einhverjum á óvart. Þú sér það að fólk sem oft vinstra megin í húmanískum fögum, félagsfræði og öðru slíku. Og hugmyndin sem svona ríkjandi þar að það séu allir social construct en ekki svo mikið erfir. Og ef þú social construct og kemur frá erfiðu umhverfi jafnvel stríði þar sem þú eru alin uppi á ofbeldi þá ertu eftir því, samkvæmt þeim. Þannig að þú ættir þá að koma líklegri til þess að brjóta þér eða þú veist erfiðara fyrir. Mjög athyglisverður punktur. Já, þú veist, og þess vegna finnst mann svolítið skrítið að þetta fólk sem að heldur þessum fræðum uppi annars vegar og svo einhvern veginn lokar það augunum og ég held að sé að einhver reyti það að fólk sem oft vinstra megin, það vil gera gott, það er oft fólk með stórt hjarta og já, það vill vel, en að vilja vel ekki alltaf það sama og að fá góða útkomu. Ég algjörlega sammálaður því, fullkomlega sammálaður því og þetta, sko, ég aðhyllist sjálfur hispurslausan fréttaflutning, hispurslausa upplýsingagjöf og ég bara geta alveg fallist á það að pressan í heildsinni, ef við erum að tala um þetta á almennu nótum, hún hefur svolítið gefið eftir gagnvart vókinu, ef að svo má segja, með þetta að gera. Ég bara verða alveg að fallast á það. En aðtöðum eitt, fjölmiðlar eru háðir almenningi með sitt. Ég hef verið í húsi þar sem að blað gekk fram af fólki og sem að var DFF vel að merkja og ég skrifaði nú reyndar heila bók um það
D.F. Mikka og Jónasar, Já, það gekk fram af fólki með fréttaflutningi sínum og atburðirnir í kringum það urðu alveg ævintýralegir, mjög lærdómsríkir, sannarlega. getur þú stikla á stóru? Já, bara þeir byrtu, sko, D.F. var búið að vera að storka. Þetta kemur eins og kornin sem fyllir mælinn. Ég man eftir þessu tímabili, sko. Já. Og eitt sem að mín kenning svo að því að sko Jónas var alveg grjótharður ritstjóri og hann sagði bara og bara til dæmis sko í innblæðinu sem að eru fréttir sem að fjalla menningu og lífstíl og svo framvegis, það voru alveg sömu lögmál sem giltu þar og fólk mjög óvænt þessu sem að þar og telur sig að vel vera að gefa af sjálfu sér með viðtali og einhverju blati og vill alltaf bá að lesa yfir viðtölin og svo framvegis. Nei, ekkert svoleiðis. Bara þeir eru afgreiðir eins hver annar. Sagði Jónas. Síðan kemur þessi örlagaríka forsíða sem að einhentur kennari sagður nauðga drengjum. Eitthvað svoleiðis. Fréttininn í blaðinu var alveg skotheld og Andri Ólafsson hefur nú fjallað þetta. Þetta rosalega fyrirsögn. Sem skrifaði þessa frétt á sínum tíma. Já. Fjallaði þetta hjá þeim stelpum sem eru með podcasti hvað heitir þetta aftur? Draugar Forstjar, Nei, það Nadín og Sakamála dæmi þarna. Sakamála, já. Já, ég man ekki hvað það heita, það hrikalega gott samt. Bústlega vandaði þetta hjá þeim. En sem sagt, þetta gengur gersamlega fram af fólki, þessi fyrirsögn og mynd af honum sem var svona torkennileg mynd vegna þess að við áttum náttúrulega enga myndir þá. Miklu erfiðari með alla myndvinnslu í þá daga heldur en nú til dæmis. Og síðan gerist það bara þá nóttina að viðkomandi drepur sig. Já. Við vitum, sko síðan fer í gang alveg sko svakalega mikill stormur þar sem að unglegar hreyfingar stjórnmálaflokkana var að samla undirskriftum, þar sem að hvatt til að ritstjórnarstefnunni verið breytt. Það er mjög alveg galin hugmynd sko og svo framvegis. Og það keppast allir við að fordæma blaðið og akkur skiptir þetta máli sem ég var að segja áðan með innblaðið að þegar til kastana kom það átti blaðið enga vini sko, það var engin til í að stíga upp og reyna að verja það og þeir verða að segja af sér eða segja sér frá þessu hlutverki Mikki og Jónas. Ég gleymi því oft tíminn svo fljótur að líða. Mér finnst þess að þetta hafi verið í gær bara. Ekki 20 ár síðan eitthvað? Jú, ætli það ekki. Held það. Ég man eftir þessu og ég veit aðila sem fórnarlamb þessa manns, þannig að ég vona bara að þetta við tekið ágætt. Síðar kom á daginn af sko, blaðið sagði aldrei að hann væri sekur. En var hann sekur? Já. Alveg eins og syndin sko. Hann var sekur eins og syndin og síðan var honum dæmdar bætur. Þarna erum við að ríða á vaðið með að fjalla mál sem að höfðu legið í þagnargildi að verulegu leyti og við fengum bara súpa segðið að því. Með öðrum orðum, fjölmiðla verða alltaf að einhverju leyti að dansa með almenningsálitinu. Þú veist, það hrikalega erfitt fyrir fjölmiðil að fara gegn því í einu, þá fær það bara yfir sig hálskefluna. Svo annað. Skiljið þið hvað ég að meina? Já, ég alveg sammála. Þannig að sko, við getum ekki farið fram úr okkur. Mér finnst, ég veit ekki alveg hvernig þetta komið í orðin, sem sagt. Þetta mjög einkennilegt fyrirbæri, sko. Fjölmiðlar, þeir eru til þess að fjalla sakamál. Þar sem að menn hafi ekki verið dæmdir, getur verið í gæsluvarhaldi eða eitthvað svoleiðis og ég held að meiri hluti þeirra sem fer í gæsluvarhaldi aldrei dæmdir sko eða ég vil ekki ákæri sko. Nei. Og maður hefði haldið að svona sterk og mikil úrræði sko væri ekki notuð nema einmitt þegar að væri svona frekar gefið að væri sekir en það ekki þannig, það eru rannsóknar hagsmunir og fleira sem er verið að passa.
Svo lenda menn í því að þeir fara kannski í gæsluvarðhald, að fjallaðum að í fréttum, þeir fá stimpil á sig og þetta er rauninni, það er búið að snúa sönnunarbyrjunni við. Ríki þarf ekki að sanna sekt þeirra sko, þú veist, í þessu tilfelli að því að þetta er gæsluvarðhald sko, það þarf bara að vera grunur, það þarf að vera rökstuddur sem er svona frekar loðið. Þeir missa mannorðið, þeir eru reknir, þeir súpa segða að því, en það er ekki, sem sagt, öfug sönnunarbyrju þegar kemur á því að þeir sé að leita sér skapað og þá þurfa þeir að sína fram á allt sko. Og þetta gerir þetta svolítið flókið. Þannig að það er í rauninni með umfjöllunum, þó að sé líka ósanngjarnt gagnvart sko blöðunum og fjölmiðlunum, að þá getur almenningur ekki reita rétta síns með eðlilegum hætti eða lendir í þessari stöðu. Og ég teki eftir þessu. Og mér finnst þetta svolítið sérstakt sko, að sönnunarbyrðinni að sko, mér finnst að þegar að sönnunarbyrðinni það er bara snúinu við fyrir einstaklingarna sem fyrir gæsluvarðhaldið, að þá þurfi eiginlega ríki að geta sýnt fram á að þeir hafi ekki valdið þeim skaða frekar heldur en hitt, ef þeir segja, þið ollu, þú veist, þið kostuðu með vinnuna, þið kostuðu með þetta eða hitt sko. Mér finnst það svolítið áhugaður punktur. Ég held að þetta liti... Við fórum ansi langt með þetta eins og til dæmis bara það að sko... En ég veit ekki alveg hvernig ríkið endilega kemur inn í þetta, sko. Jú, sko höggið sem almenningu verður fyrir, sko, það eru öðru sér afleiðingar, skilurðu. Það er ekki beint sanngjarnar. Við vorum náttúrulega komnir með stjórnir fyrirtækja þetta sem voru bara stjórnir galnar. Og það mátti ekki falla grunur á menn, eða það mátti ekki koma upp ákærur, þá var mönnum bara umsvifalaust vikið úr starfi. Já, þetta er svolítið klikk. Frosti er nú eitt dæmi það. Já. Þú veist, menn þora ekki gegn þessum ósköpum sem betur fyrir nú aðeins farið að slakna á þessu rugli, sko. En Guð minn almáttugur, þetta... Manni finnst eiginlega svona eins og ætti að vera lög um þetta sé ólöglegar uppsagnir, sko. Já, alveg þess vegna, sko. Jón, ertu með spurningu? Já, ég ætlaði mitt að skjóta að það er einn sem að sagði þetta eftirmál heiti þátturinn. Eftirmál rétt, já. Já, og við ætlum að fara í komment eftir svona 5-10 mínútur en einmitt í þessu, já, ég er alveg sammála að þetta er rosalega erfið lína í þessu tilfelli. Já. En mér finnst þetta bara galið að það sé ekki, að sé verið að velja aðeins eins og félag okkar Kjartan sem er hrikalega vinsæll með hlustenda þáttarins að þegar að menn eru svona gripnir Kjartan er ekki vísir sko. Nei, ég veit það en enga síður náttúrulega birtist sko náttúrulega fá svolítið þegar þú sérð svona mikið af þessu á Vísi þá náttúrulega sjálfkrafa lekur þetta út í miðilinn. Ég held að það sé alveg óhjákvæmilegt. Mikið? Já, nákvæmlega. Já, frá honum, þú veist, þegar þú ert að skoða greinar eftir hann, þetta er nánast ólæsilegt bara og ég er ekkert að grína, sko, þú veist, og þá er ég ekki að meina endilega, sko, þú veist, umfjölluna efnið, heldur bara hvernig hann á til að fjalla það. Mér finnst bara að ég sé að lesa oft bara hluti eftir bloggara sem er með mjög yfirlýsta pólitíska skoðun. Áður við förum í kommentin, þá langar mig að koma inn á þetta með, sko, þessar uppsagnir sem þú voru að tala um. Þegar stjórnir fyrirtækja hugsa með sig, heyrðu, ég er eiginlega að tryggja mig ég læt Jakob bara fara. Já. Það er eiginlega bara þægilega, það er öruggara fyrir mig. Já. Jakob getur ekkert sótt rétt sinn. Við erum algjörlega frjálsir með að segja honum upp og þú fékkst einhverja galna ásökun á þig, sko. Og þetta var bara svona þægilegt að því að tíðarandinn var svolítið þannig. Já. Og ég held að þetta sé pínu galið lagaumhverfi. Bara persónulega og ég held að þetta var ekki svona í Bandaríkjum eða var hægt að setja þetta tenging á milli og voru falskar ásakanir eða eitthvað svoleiðis og þú er augljóslega mist vinnun út af því og mjög oft er þetta alveg ótrúlega augljóst samingi sko og menn geta bara svona fórna höndum og sagt bara nei þetta var út af því að hann mætti seint í ágúst þú veist eitthvað svona bull bara ég held að við þurfum að skerpa á þessu þetta er svona svo sem ekki eiginlega spurning sko Við erum alveg sammálaðir bara algjörlega mér finnst þetta bara þegar þetta reisum hæst hér þá bara horfði maður á þetta bara og bara maður gafti Já, þetta tala Me Too og það og bara sko hvernig stjórnir fyrirtækja komið fram gagvart mörgum Já, þetta er náttúrulega sko mannustjórar og svona að taka á þessu og þeir fá náttúrulega ákveðna kennslu í skoðunum í feminisma Já, akkurat
Sko ég var nú bara einna fyrstur manna hér á landi til þess að gaggrina þennan feminisma og ég var þá bara hrópandinn í eyðimörkinni. Svo bættist nú Eva og Einar Steingríms í hópinn sko og svo bara hætti maður að nenna þessu, hreinlega. En ég er alveg samfarður það að feministar hafa farið sko og með sko prjónað yfir sig. Já og leitað yfir minn feril og bara auglýst eftir sögum af mér. Já, ég meina Edda var að gera þetta á sínum tíma. Hún var að auglýsa eftir óförum annara til þess að vega að fólki. Ég er alveg samfarður það, ég heyrði svona eitthvað af þessu sko. En sko, og svo ekki bætti það nú skák þegar ég skrifaði bókinu hana Katalínu sem að ég og Þórarinsson skrifaðum sem að var bara saga Katalínu þar sem við vorum að fjalla bara, þú veist, sögu hennar, vorum að leyfa hennar að tala tjá sig og ég skoðaði meðal annars greinagerðina sem er á baki. Þetta er stór merkileg saga. Auðvitað er það. Já. Og greinagerðin á bakvið þessum einkennilegu vændislögum sem að við erum með í gangi enn sem að telst svona óbóðslega mikill sigur feminismans og verður þar af leiðandi aldrei aflagður því miður þó að öll skynsemi segja okkur að það sé það sem að við eigum að gera. Þú vorst að tala lögin þar sem að í rauninni kaupendur vændis eru dæmdir en ekki þeir sem að selja það. Já, þetta er rosalega sérstakt. Leifilegt að selja en bannað að kaupa. Ég meina, þetta er náttúrulega alveg fáránlegt. Þetta hangir alltaf. Þeir vilja ekki taka þetta upp með fíkniefni. Og þau eru búin að fara grúndist í það að endur skilgreina ýmis hugtök. Já. Og þau skilgreina vændi og það má lesa í greinagerðinni með þessu frumvarpi sem svo varð að lögum að vændi sé ofbeldi gegn konum. Það er sá skilningur sem að þetta vændis frumvarp grundvallast á. Og hversu mikil má vitleysan vera? Er vændi ofbeldi gegn konum? Þér getur fundið sitt hvað vændi. Þér getur fundist það ógeðslegt. En það merking hugdagsins ekki ofbeldi gegn konum. Það bara allt annað fyrirbæri. Það eru karlar í vændi, sko. Já, vændi væntanlega bara að selja sig og það þá fúlsum og frjálsum viðja. Ef það verið að þvinga þig til þess, þá það orðið annað, sko. Nákvæmlega. Já. Og þar sem að þau gerðu markvist var að endurskilgreina hugtök og vilja ekki ræða neinn mál nema það væri gersamlega á þeirra forsendum. Og forsendum nýrrar hugtakanótkunar og merkingu orða og hugtakar sem að skipti máli. Þetta hefur verið kallað sænska leiðin. Já, bókin var algjörlega þögguð og það rannsóknir í Svíþjóð sýna svo að þetta Þetta er stór aukivændi. Þetta er stór aukivændi og öll sko og ef það einhverjir hrottar sem að þetta fólk sem að starfar í vændisgeiranum færi yfir sig þá geta þau ekki kært vegna þess að þú kærir ekki þann sem að þú átti viðskiptum við. Nei, það er svolítið vont fyrir viðskipti. Þetta er bara þetta eru hræðileg lög. Banniði vændi eða leifið hann verði ekki með þess að djöfulsins vitleysu. Þetta er svolítið mikið tvískinnsháttur, sko. Þetta er bara algjört. Og líka þessi hugmyndum það að konur get ekki tekið ákvörðun það að selja sig, sko, öðruvísi en við hvað ég meina, þú veist, ég veit það ekki, ég bara svo nú sumar sem að vilja meina það að sé allt í lagi að bara selja sig á netinu eða OnlyFans, sko, þá getur það að gera einhverja kynferðislega rathafnir á netinu og það er svona jafnvel women empowerment, sko. Akkurat. Og þetta er orðið rosalega skrítið og þetta er farið að stangast á og manst eftir því þegar maðurinn var með brjóstamyndina upp á veggnum einhverju svona klassísk verk í Seðlabankanum held ég. Einmitt. Og það var allt brjálað út af því en svo á sama tíma að það var druslugangan þar sem maður var allar að labba allsbyrra niður Laugavegann og maður bara svona fórnar höndum bara þú veist hvað, veljiði. Já, þetta bara, þú veist það fer öll skynsemi úr þessu því miður. Já. Því miður. Jón. Og já, við komumst ekki hjá því að fara þarna í þetta MeToo-dæmi nema að taka sko þessa, og ég mun aldrei þreytast á að hamra þetta ofan í liðið sem ábyrgt fyrir því. Það þessi seinni bylgja svo kallaða. Þú talar einmitt menn hefur verið reknir og annað og Frosti einn þeirra og algjöri ósekju. Þú veist, borið upp á hann hlutir sem voru ekkert gerðir. En Sölvi Tryggvason náttúrulega fyrsta stóra skotmark þessara bylgju og
og þú veist að það sem að gerist þar er svo ógeðslegt að því að það er aðili búinn að játa á sig og búið að dæma hann fyrir glæpinn sem að Sölvi var sakaður af þessu fólki og það er náttúrulega, það hefur engið þeirra beðist afsökunar á hlut sínum í þannig máli, maður þurft að flýja landirunni, svo koma barnungir strákar í menntaskóla þar sem að þeir eru sakaður að hafa nauðgað litlu frænku sinni og eitthvað það öfgar skipuleggi einhver fjölda mótmæli þarna fyrir utan, það mæti einhverju þingmenn mættu og það, gegn þessum strákum þeir þurfa að flýja skólan, svo kemur bara í ljósa það var einhver sem bjóð þetta til, það var engin fórnarlöf á bakvið. Þetta er náttúrulega bara bilun þeir eru búin að leggja línurnar svona. Og það alvarlegasta fannst mér í þessu þegar Áslaug Arna stígur inn sem dómsmálaráðherra. Ég veit þið tala þetta áður og ég er algjörlega sammála því en við skulum nú halda því samt sem áður til haga að hún baðast afsökunar á þessu. Ég líka tekið það fram og hún hefur hún sagðist vera hálfpartin verið hálfplötuð í þetta en þetta er auðvitað afleitt. Þetta er fáránlegt að dómsmálaráðherra rosalega kærulegt að dómsmálaráðherra og líka að hún hafi ekki brugðist við fyrr af því að ég held að þetta hafi verið, þú veist, kannski pólitískt var að sniðura fyrir hann að leifa þessu svolítið að ganga yfir áður myndi biðjast afsökunar á því sko en þá er þetta svona yfir staði en það var þegar orðið kannski augljóst að það var verið að ganga alltaf langt og ég mæli sko það var Sölvi og Frosti og það voru margir aðrir, ég hlustaði á frábært viðtal Frosta við Ingo Veðuguð, hann hefur ekki farið inn viðtöl og þarna gerir hann þetta svolítið upp sko og talar bara á íslensku og mér fannst alveg þú veist, eins og hann sagði, ég var fullur og reynaði einhverja stelpur, ég var ábyggilega sagt eitthvað við einhverja stelpur þarna á einhverjum böllum sem að var, þú veist, óviðunandi, en þú veist, það var bara að vera að saka hann og svona gróa hluti, sko, þú veist, og hann var bara flatt át, sko, bara slaufað, og það var ráðist á fólk, sko, og gera alla. Ég meina, sko, það sem að þau gera er að hringja í bæði auglýsendur og viðburðahaldara og þetta er gert líka, sko, aðtöfum eitt að þetta er raunverulegt sko, til dæmis hvað okkur fjölmiðla varðar þá er bara hringt í auglýsendur og ég tek eftir því að þú ert að auglýsa hjá þessu miðli og veistu hvað hann sagði eitthvað þetta og hitt og við erum bara á móti því og ef að þú vilt halda áfram að auglýsa þetta þá komum við bara með skrúðgönguna til þín þú veist, þetta eru óbóðlegar aðferðir, þetta eru óbóðlegar vinnuaðferðir og það er mjög furðulegt að við skulum vera að horfa upp á stjórnmálastétt sem eru slíkar heibrækur að þeir skul ekki bara geta fordæmt svona vinnubröð bara umsvifalaust og bara fortakslaust. Mér finnst þetta einmitt, við erum að tala um þennan bleiðuhátt og ég veit ekki, Jón, ef við kannski að fara yfir í regnbogamáli og þetta, það getur verið skemmtilegt í beinu framhaldi, eða viltu delja hvað á þessu lengur? Ég ætla að tökum kommentin áður við förum í það. Okay, já, ég ætla að nefna sérsta dæmi samt með það sem þú varst að nefna með auglýsindur. Ég var einmitt ég var stættur í þætti sem gestur hjá Götustrákum í fyrsta skipti þegar að Þorsteinn Vaff tók og rotaði þá í beinni með því að hann setur inn rísa tilkynningu þar sem hann hvetur alla til að hringi í pítsuna því þeir voru nú að með afsláttarkóða þar og voru að auglýsa hjá þeim. Og í þættinum þá fá þeir skilaboð bara að pítsan ætli ekki lengur að auglýsa og létu rauninni bara gelda sig eins og ógeðslegir aumingjar bara í beinni útsendingu það sem við vorum sko því líkir og ógeðslegir vesalingar og þú veist ég ætti að þegar að menn haga sér svona sko mér finnst við getum ekkert verið að leyfa að gleyma svona hlutum sko ef þú ert búin að láta taka og gelda þig bara eins og versta aumingja í beinni þá bara sorry þá á aðeins að muna eftir þér sko ef þú ert bara þegar rólugangurinn er slíkur að þú ert bara Ég versla ekki við svona fyrirtæki, ég bara gera það ekki ég get sagt ykkur það var auglýsing með Gillette einu sinni sem að var svona eitthvað bara strákar að biðjast afsökunar á einhverju bulli sem er bára enga ábúr á ég held þessi komið 10 ár síðan ég hef aldrei keypt rakvélablað frá Gillette aftur, bara aldrei ég bara sjáu því þetta bara þú veist mjög gott dæmi einmitt Gillette sko og Jaguar og hvað Bud Light og þú veist
Þið sjáu hvað þetta virkar. Bud Light var svakalegt, sérstaklega þegar kom þegar kom backglassið kom. Já, það var frábært. Já, og ég held að það sé rosalega auðvelt að útfæra svona þannig að þetta fari í báðar áttir. Ég sá að Daily Wire gerir þetta líka í Bandaríkjunum á sín tíma. Að þá ef einhverju var slaufað einhverjum að þá auglistu þeirra og þá komu allir republikanir og fóru að vesla við þá Já, ok. og þetta var svolítið skemmtilegt movie og Ben Shapiro Spil inn á þetta. Já, og þá var komið svona counter Ég hafði rosalega gaman að Bud Light auglýsingunni þarna að var að segja bara, já, ég held bara áfram að vesla við Bud Light alveg sama hvað og svo það eru svona dýpþrótta flöskuna með hann að drekka það vera að sína hversu mikill, já, hommið og væri það var öll auglýsingadeildin hjá Budweiser bara rekin bara allir og þeir bara gáðu út bara formlega afsökunarbein og svona það hrundi saman. En við erum að sjá þetta ennþá, það ekki? Jú. Það verður að reyna allavega tilraun. Ég held Já. allavega einhverju leiti farið að minnka erlendis en á Íslandi virðist menn vera algjöra tussur þegar að kemur að Öfgar eru náttúrulega, þau samtökur eru náttúrulega bara dauð. Þau voru eiginlega sjálfdauð eftir að kemst upp með Eddu Fallag og óhyrindi hennar og svo eru fleiri þarna sem að það var nú kona sem að fór mætti í podcast hjá Skiptistöðinni. Það er svona annað podcast og hún hafi verið í þessum öfgahópi og voru að lýsa því hvað pressan hafi verið á þær. Já. Og svo byrja, heyrðu við með einhverja sannanir fyrir þessu, gæti verið að þetta sé rétt og þá var allt í einu bara svona, heyrðu, ef að þú ætlar að vera með eitthvað svona góða, þannig að hún lýsti þessu ofbeldi innan hópsins og sagði að hún hafi verið á slæmum stað og hún hafi verið reið, hún hafi verið gröm og saman tíma meðvirk og svona eitthvað og svo hafi hún bara áttað sig og bara kom bara í podcast bara beðast afsökunar á þessu og mér finnst það virðingavert Hún var reyndar ekki í öfgum en hún var í þessu þarna dæmi hópnum sem var að ráðast á huginn og þá rosalega mikið með þeim var í miklum samskiptum og svona við það, þetta var hún að geða Já, ok, ég afsakaði þetta Ekkert mál, en ef við ekki að skella okkur aðeins í kommentin og já, Holy Thunder King okkar maður spyr, Sverrir ekki í kvöld? Og Björnin segir líka, hvar Sverrir? Við erum að halda í vonina, segir annað og þeir menn eru bara miður sín og þá eru það við líka, en þegar þú færð bara gesti sem eru jafn ókveikjandi og Jakob, þá ekkert hægt að ætlast til að allir mæti og geti tekið slaginn. Já. Bjórkasti þarna Bjórkast söfnuðurinn krefst Sverris, já, ég alveg Ég er náttúrulega búin að breyta nafn, vissir það? Já. Ég sá bakslæð. Við erum bakslæð í dag, þetta er fyrsti þátturinn í bakslæð. Já, ok. Þannig að það voru allir hættir að drekka bjóri svo vorum að tala fyrir þátturinn. Já, bakslæð. Ég er búið með einn afréttara en þetta er Stefán Máni rithöfundur sem átti þessa uppástungu og við auglýstum eftir svona í Facebook-grúpun okkar hvort að við ættum að gera það og við urðum allir ástfangnir af þessu. Já, þetta er gott. Þá segir ég skil af hverju þið breyttu nafninu úr Bjórkasti í Bakslæð því það er engin bjór lengur en ég mun sakna gamla nafnsins. Já, ég hef nú búin að vera í bjór í hverju einasta þætti, voðalegur menn ósangjarnir hérna. Björnin segir ég er tím Bakslæð, miklu betra nafn en Bjórkastið. Er hann Kristján man ekki, það er Kjartan Loftslags Bill Gates sleikjan fréttamaður á Vísi þá bara í skoðanapislum hann er á MBL, hann er MBL, ekki Vísi Kjartan Kjartason. Nei, það er verið að vísa í Kjartan og segir Ding Dong Ba, Vísir er slæmur miðill, þeir blokka þá sem gagnrýna, viltu segja eitthvað við þessu, Jakob? Hann segir Vísir er slæmur miðill, þeir blokka þá sem gagnrýna. Ég hef gagnrýnt alveg gríðarlega mikið, ég hef ekki verið blokkað. Já, ég er eiginlega svona verða að taka svolítið upp fyrir þessu. Það eru margir sem fara líka svolítið overboard í gagnrýni og eru bara svona kannski með jafnvel orðalag sem þýðir að bara það er alltaf hægt að hafa fólk á. En maður verður að vera málefnalegur, það skiptir máli. Sigurjón Þórðarsson, formaður fjárlaganefndar, var hjá Arnþrúði á útvarpi Sögu nýlega, slengi því fram að kannski 4% af 40 milljörðum sem eiga að fara í eitthvað loftslagsverkefni enda á sínum stað. Það er aldeilis. Þannig að ég ætla að slengja því fram að þessi pislaskoðuna blaðamaður á Vísi sem fekk blaðamannaverðlaun fyrir loftslagspistil er lottari, óheiðarlegur, hrokafullur þjófur
Okay. Segir Sigurjón þetta? Nei, það er einhver í kommentunum sem er Já. að kasta þessu fram. Já, en það er Sigurjón sem segir, hann segir hann að við mætt formaður fjárlaganemndar hjá Artrúð og Útvarpi Sögu og slengir því fram að kannski 4% af þessum 40 milljörðum sem eiga að fara í loftslagsverkefni enda á sínum stað, segir hann sko. Axelsson segir blaðamennska, segðu frá því sem gerðist og hvað var sagt, ekki velja úr bara einhverja bútást, lengja saman í ósamhengislega hóruklikk. Já, en það verður ekki ef hann vill fá allan pakkan þá er náttúrulega blaðamaðurinn ekki alveg að sinna sínu starfi, skiljiði, það verður ekki bæði sleppt og haldið. Sko, fólk verður að nenn að lesa þetta, ég meina það er rétt. Þú veist, það verður ekki tjá því komið að þú klippir þar sem að viðmælendurnir segja. Það er mjög góða punktur. Guð minn almáttugur, þess vegna heitir þetta blaðamennska. Það er svo kemur þess vegna eru svo margir blaðamenn orðnir spiltir og lélegir. Það eru léleg laun, búið að múta. Já, ég held að þetta hljóti að vera bara náttúrulega, ef þú ert með léleg laun yfir höfuð, þá náttúrulega færðu aðila sem er að sækjast annarkvort vegna hugsjónar eða annarlega hvata. Hvað finnst þér þá? Hvort er þú með hugsjónar eða annarlega hvata, Jakob? Ég einhvern veginn bara dagaði upp í þessu starfi. Já. En tókstu eftir því þegar var breytt úr áskriftakerfi og farið yfir í að fjármagna miðla svona meira frítt með þessum auglýsingum eins og gert í dag? Hvarf ekki rosalega mikið af góðum blaðamennum úr stéttinni á þessu tíma? Sko, ég hef heyrt það, ég veit ekki hvort þetta er bara svo löng saga. Ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja. Sjáðu til dæmis, sko, ég er á Fréttablaðinu þegar Fréttablaðið tekur fram úr mokkanum. Og það er mjög athyglisvert að segja frá því sem að gerist þá. Við vorum með mjög strömlínulega byggingu, svona þú veist, það voru fáir á toppnum, mjög fáir á toppnum og svo vorum við bara öll á gólfinu í raun og veru. Við förum og sækjum að mokkanum, við höfum þann byr í seglina við vorum að gefa blaðið, en þú verður samt að nenna að beygja þig eftir því eins og Eiríkur Jónsson sagði nú gjarnan. Og við vorum með askoti góða ritstjórn, þó ég segi sjálfur frá. Og við bara á ári Styrmir sagði alltaf þetta er bóla, en þessi bóla fór nú samt fram úr mokkanum og var orðin miklu stærri en mokkin á dágóðum tíma. Ég þekki nú ekki alveg ártölun í þessu, enda skipti það kannski ekki alveg öllu máli, en svo gerist það bara að þetta strömlínulaga módel, það fór svolítið að gliðna. Það voru stöðut færri og færri sem að stóðu undir því að skrifa blaðið, fleiri sem voru svona að selja, þú veist, yfirstjórnin óks alltaf. Já. Þetta var mjög sérkennilegt að fylgjast með þessu. Þannig að yfirstjórnin jógst og meðan á kostnað kannski góðra fjölmiðlamanna. Já. Þannig að já, einmitt. Og það dróðu gæðum blaðsins. Já, en Guð minn almáttur, mokkinn til dæmis var auðvitað bara, þú veist, það var á sínum velmektar árum sem voru alveg bara hálföld kannski, þá er þetta bara stundur business og menn þar vel launaðir og þeir eru með marga blaðamenn og gáttu seint hverju sem var. Það er líka áhugavert hvernig þessi módel breytast, að því að þú ert annars vegar með, þú veist, menn voru áskrifundur og þannig voru miðlar fjármagnaðir, þannig að þá voru miðlarnir að höfða til áskrifendana. Já, og ef þú varst ósáttur og þá sagður upp. Þú voru samt aðtöð eitt og sem að gerðan gleymist að þegar við erum að tala áskriftatekjur, ég þori ekki alveg að fara með tölunar, en það var samt þannig að áskriftatölunar voru ekki nema kannski bara 20% af því sem að mokkinn var að taka inn í á móti svo auglýsingum. Já. Ég var alltaf verið að reyna að klína því á okkur á Fréttablaðinu að við varum alveg háð auglýsendum en mokkinn ekki og maður sagði bara, þeir eru með 70% af sínum tekið með auglýsingum, þáttar það á því? Nú er það. Já.
Það mætti Þannig reynda að, að færa sko- rauk fyrir því að ef að til dæmis 10% áskrifanda segir upp að þá getur ekki selt auglýsingarnar jafn dýrt af því að hann er ekki til jafn margar einstaklinga. Já. Það væri svo sem mætti að segja það en já, ég held nú að þetta hefði verið stærri biti sko en það er kannski ekki. Nei, Ég held að ég sé ekki að fara með ég veit að fleipur meikar en alveg sens þegar maður hugsa út í það sko. Já. En Jón, varstu með fleiri komment? Þetta hangir nú svona svolítið saman. Já, Rétt, tökum eins og- hérna nokkur í viðbót. Það er hérna, Bjarki segir mér svo fárálda fyrir kosningar hafi allir verið að vælum regnbúafánan og hvernig regnbúafánin ætti sér samanstæði í öllum skólum. Svo þegar nýr meirihluti er kominn gerir RÚV myndband þar sem regnbúafánin niðraður sem ekki nóg og beinlínis skipt út fyrir alnæmisfánan. Ekki nóg með að því er ítt á rauðharðan strák, kúaðasta hóp á Íslandi og Spáni. Já, við rauðharðir erum reyndar sko kúaðastu hóp á landsins. Því verður ekki, það er ekki hægt að þræta fyrir það. Og miðflokksmenn? Og miðflokksmenn, já, Þú ert bæðið það ekki? Jú, já, svo stöddu allavega. Ég breytist nú seint í að vera rauðharður en ég er í rauninni sko, ég myndi aldrei telja mig sem bara eitthvað eins og margir sjálfstæðismenn gera, bara sjálfstæðismaður for life. Ég eldi málefni og Heyrðu, ég verð að fá að Staðan skjóta núna. ég verð að fá að skjóta inn í sko. Ég komst að því bara í morgun ég var að lesa Facebook-færslu eftir Einar Kárason, þann stórkostlega sagnarmann og hann var að útlista efni Dalalífs eftir Guðrúnu frá Lundi þann mikla bókmennta virki. Guðrún frá Lundi er náttúrulega Tolstói okkar Íslendinga. já. En þar kemur á daginn að þeir sem að voru mestu illfíklin, eða þau voru nokkur sko, voru alltaf rauðhærð. Anskotin sjálfur. Þannig að þú Þetta er eitthvað getur sem við kent máttum ekki- Guðrúnu frá Lundi þessa andu þjóðarinnar á rauðhærðu fólki. Þetta er ekki gott sko, svo er verið að reyna að útrýma okkur í Hollywood líka sko, Jú, það verið að skipta okkur út fyrir svartamannin þar, það er hérna í einhver 30 dæmi sem að svona nokkuð frægum rauðhærðum aðilum er skipt út fyrir alltaf svartur aðili ráðin í staðinn. Þetta er eitthvað skrítið sko, þetta er kerfisbundin útrýming, Mér það sýnist er ekki það, já. spurning. Sýnist það, já. Herðu, svo ég ætla að taka hérna smá í viðbót, það er frá henni hérna Helgu Dögg Sverrisdóttir, við skulum ekki gleyma aðför sumra fjölmiðla og forsjálflösa feður, menn sem hafa mist vinnu og ekki fengi endurráðningu vegna umfjöllunar á málefninu, kerlingar gátu logið öllu mögulegu og allir eiga að trúa eins og Áslaug Arnars er á þeirra tók undir. Hún er þetta Einn mjög segir málefnulega hérna- þessi og kemur upp með góða púntar sko. Sko, Helga er bíddu, fyrst og frábær. ég er svona ýmsuleiti sammálinni Helgudögg með þetta, en sko aðför fjölmiðla að forsjárlausum feðrum, sko málið er að það er bara mjög erfitt og þetta er bara eitt af þessum málum sem er rosalega heit kartafla að taka og fjalla sem eru forsjárdeilur. Það er einhvern veginn aldrei hægt að komast til botns í þessum málum. Ég er ekki að afsaka eitt eða neitt, ég er bara að segja hvernig þau eru þessi mál. Vaksin. Ég held að Helga sé að vísa þarna í þegar hún Ingibjörg á heimildinni stundinni var að auglýsa eftir sögum hvort að einhver vissum eða þess það var að vera að auglýsa eftir einhverjum skítarsögum þá sem voru í Daddy 2 þarna hópnum og svo hún beðin að skrifa eitthvað skít þá sko í sig. Það er var gott oft spjall að vera sem að leki, nákvæmur sko. þegar maður er að segja eitthvað. Þetta er alveg... Það var mjög áhugavert Já, og svo segir Hallgeir okkar vísi blokkaði mig í mánuð fyrir að leiðrétta að kallaði blaðamann Háni eitthvað svo leiðis. Þannig að já, Redhead Life Matters já, ég held að við þurfum ekki að taka fyrir komment eins og er. Þú skrifaði grein eða þú veist viðtalið Snorra Já. og meðal annars í kjölfarið á þessu fánamáli eins og komið Einar líka sem var oddviti í Kópavogi og talaði eitthvað þetta og þetta sprakk rosalega upp og við höfum nú talað þetta nokkru sinnum í þættinum. Hvað finnst þér svona þessa ádeilu á miðflokksmenn og þetta að þeir að hata þá sem eru trans og hata þá sem eru samkynhneigðir og þetta er svona alltaf, það er svo mikið hatur og það er alltaf verið að koma í veg fyrir eitthvað hatur, samt einhvern veginn er þetta ekki endurspeglað eins og í könnun fjölmiðlanefndar sko, á hvaða hópar eru
fyrirlitin að hata ég man ekki nákvæmlega hvernig þeir orðuðu það, ég er ekki að segja það alveg rétt sko, eða mislíkar við var sagt sko, þess að hafa rétt. Hvað finnst þér þetta? Finnst þér þetta að vera svona, var þetta pólitískt hlaðið til þess að reyna að snúa út úr til þess að nota gegn þeim eða átti þetta rétt á sér? Já, bæði og algjörlega alla leið. Ég var sko, Snorri flytur þess að ræða á þingi, það verður allt brjálað og umsvifalaust þá fyrir að gera vart við sig bara útúrsnúningar á því sem hann er að segja og það var bara að byrja að stimpla hann umsvifalaust. Vitið það mér óböð að sjá þetta. En sko, Snorri þagði alveg þannig held ég viku. Ég var farin að nuða í honum, vilt ekki bara veita viðtal um þetta. Hvernig horfir þetta við þér? Hvernig finnst þér að það sé verið að afflytja málið þitt svona með þessum hætti? Og jú, hann félst á það. Ég vil nú hrósa þér fyrir að gera það, en þess að það voru ekki þetta sem að Þórður greinilega að gera. Nei, þetta er enn eitt dæmið mál sem að sem að verða fyrir þessum ofsa þar sem að bara skynsemin bara virði segja bless og mér sko ef við erum að vísa til borgarstjórnar meirihlutans þá verði ég að segja það að ég hef samúð með Hildi að hún skildi ekki hafa notað þetta sögulega tækifæri að hafa gengið til þessu miðflokkin einfaldlega vegna þess að innan miðflokksins voru þá liðhlaupar sem að voru bara að hamast í henni alveg eins og enginn var í morgundagurinn. Ég skrifaði líka eina frétt það og hafði bara sjálfan Björn Bjarnason fyrir því sem að ekki seint nú teljast vinstri maður. Dómsmálaráðherra fyrir þetta. Já, að þetta væri bara nýð sem að þau voru að bjóða upp á þarna fyrrum samherjar Hildar. Hildur vörður gekk út frá því þegar það stilt upp lista og að það yrðu allir með Hildi á vagni. Það gengi ekki að hafa þetta svona tvístrað. Þannig að af þeim sem voru í eftir fimm hjá miðflokknum í Reykjavík, hverjir eru þessir liðhlaupar? Ég veit að Marta og Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir, Kjartan Magnússon og svo Helgi Ásk Gretarsson. Já. Svo voru einhverjir aðrir sem að bara lindu ekki látunum og sökuðu Hildi og þau fóru bara fram úr sér. Síðan þegar bæði Björn Ingi Hrafnsson og Sigmundur Davíð koma fram og þeir finna þeir að missa þetta úr höndunum, þetta að renna þeim úr greipum, þá koma þeir og eiginlega bæta ekki úr skák með viðtölum það hún eigi nú að lufsast til þess að vera nú ekki svona hrætt og eitthvað svona. Já. Einhver svona fríunar orð. Þú ert þá að tala eftir kostinguna? Fyrir kostingarnar á að Björn Ingi í viðtali á held ég bítinu. Já, ég sá 2 við hann. Anna var hérna í þjóðmálum held ég. Já. Þannig ég hef alveg samúð með Hildi að hún hafi gengið til liðs við Framsóknarflokk og Viðreisn. Þannig að þín greining, ef ég skilir rétt, er að uppstillingin á listanum hjá miðflokknum var að einhverju marki mistök að setja inn liðhlaupa sem hefur gengið til Bols og Hildi eða vildu fá meirihluta samstarf. Það er rétt svona nokkurn veginn. Þau voru nú ekki í neinum sætum sem að skipti máli, hvorki Kjartan í Marta, Helgi Ásk var hann í hvað, 5. sæti held ég. Já, hann var ekki í baráttusæti, það var svona 3.-4. sem var baráttusæti, þeir náðu inn 3. manni sko. Hún í öðru sæti var allavega aðstofakona Áslaugar Örnu held ég, og einhverju tímabili var í Sjálfstæðisflokknum og hún fór í miðflokkin. En ég veit ekki til þess að það hafi verið eitthvað orðaskak þar sko. Nei, en sko, burt sér frá þessu, þá fannst mér mjög athyglisvert hversu langt menn gengu í því að afflytja mál miðflokksmanna hreinlega og grípa til stimplana og í raun og veru voru þau gerð og reynt að skella skuldin á það á Snorra og hans málflutning sem að mér finnst nú eiginlega bara adding injury to insult sko. Það virðist vera orðin einhvers konar þjóðaríþrótt að snúa út úr ég upplifði þetta líka sko. Og mér finnst það bara ekki vera
kósir sko, mér finnst það ekki vera máli. Ég alveg sammálaður, mér finnst þetta bara að vera orðið rosalega algengt hjá Vókinu, það svona þetta svo kallar strómanargument strámans að gera þér upp skoðunum, ljúga skoðunum upp á þig og ráða svo á skoðunum sem þið búið að ljúga upp á þig. Það er nákvæmlega þar sem Snorri lendi í. Já, og Einar og fleiri sko, en svo núna þá berast okkur fréttir af því að Björg, sko Viðreist fer náttúrulega offurum í þessu sko að bera upp á og svo núna gekk ansi langt í þessu, já. Núna að þá kemur hún fram í meirihluta í borgarstjórn og lýsið yfir að þau ætli bara að draga íslenska fánan á húnni og það verði ekki aðri þjóðarfánar og svona og stikla nú á stóru og hún er svona augljóslega að segja að þau eru nú ekkert að fara að flagga hérna regnbogafánanum svo sem. Þetta er svona yfirlýsing. En þetta er fáránlegt, en þetta er akkurat fólkið sem var að gaggrina þá fyrir að leggja þetta til og snéru út úr fyrir þeim. Manni finnst þetta bara svona, þú eiginlega að það er erfitt að vera meiri hræstnari sko, að mínum mati sko. Það má vera. Já, Jón. Ég verð að taka rosalega mikið undan sem Jakob var að segja þarna og ég er búin að segja það oftar en einu sinni og ég er ekkert að fara ofan að þið. Það er ástæða fyrir að ég get aldrei verið í pólitík og það er að því ég get ekki haldið kjafti og ég get ekki bara verið að beygja mig undir hluti sem ég er ekki sammála og mér finnst bara galið að aðili eins og Björn Ingi skuli vera ráða jafn miklu í miðflokknum og hann gerir. Maður sem er búin að sína það bara, ég held að engin stjórnmálamaður á Íslandi sýnt sko jafn mikið prinsippleysi á sínum ferli og hann og ég bara get ekki skilið þetta að hann sé þarna takandi svona mikilvægar ákvarðanir og í svona sérstaklega á tímum þar sem að svona við, menn eiga að vilja standa upp úr sem sagt út af því að þú ert með svo sterk prinsipatna sem þú ert að fá ákveðin skít fyrir. Og þá ertu eins og þú varst að tala hérna, Jakob, að það er verið að lúffa hérna í alls konar dæmi, hafi komið alls konar skrýtnar yfirlýsingar, það er jafnvel gefið hérna í skyn einmitt að þetta hafi verið út á orðum Snorra sem að voru samt aldrei orð Snorra. Einmitt. Bara búið að snúa út úr þeim. Mér finnst þetta bara, mér finnst það hvernig þeir spiluðu úr þessu, mér finnst það bara ógeðslega lélegt. Já, þetta er bara ljótt að sjá. Og það er bara ljótt það er alveg sama hver á í hlut það er bara ljótt og það er bara við erum bara að þetta er svona ákveðin fórheimska að telja það í lagi að steypa öll í þennan þennan fúla pitt þegar svo ber undir og mér finnst það bara að vera lélegt, reynlega lélegt. Svo var hann Ari, sko, ég gaggrínda aðeins þegar svarið til dæmis sem að hann kom með þegar hann spurður regnbogafánan, en hann er náttúrulega settur í svolítið ómögulega stöðu þarna vegna þess að sko, að þetta er umræða sem er svo erfitt að taka við fólk á stuttum tíma vegna þess að sko þetta dæmi regnbogafánan. Ég er bara búin að komast að því og ég bara vissi ekki alveg hvað það eru margir. Ég myndi hiklaust segja að það sé bara 9 af hverjum 10 hafa í rauninni ekki hugmynd hvað þessi framfarafáni er, hvaðan hann kemur, af hverju verða að ýta öllu sem honum tengist inn í sko leik og grunnskóla, hvernig það byrjar. Þetta er bara hlutur sem er sko hápólitískt og eiginlega bara svo lýgilegt dæmi að ég bara vill ekki segja þetta nefnum bara í engasamtölum orði vegna þess að maður hljómar þessu sitt geðveikur. Ef þú ert að segja, orð þeirra sem eru þeir sem að ýttu þessu, er byrjuð að ýta þessu inn í þetta. Ef þú hefur eftir þeim þeirra eigin orð, þá hljómar þessu hálf klikkaður. Sko ég sá í samráðsgáttinni að það var verið að koma þarna inn til dæmis sko fræðslunni í leikskóla frá samtökunum 78 og ég man nú ekki nákvæmlega hvað þetta var sko, en þetta var nú orðað kannski fyrir eitthvað annað. Mér finnst þetta kannski ekki eiganinn erindin í leikskóla eða aðalnámskrá leikskóla og finnst þetta börni bara fóru börn og mér finnst allt í lagi að fólk á kynþroskaaldri sé fái fræðslu og svo framvegis en mér finnst svo skrítið að sé tekin þessi nálgun að ganga svolítið út frá því að fólk sé hatað nema að fái fræðslu. Mér finnst bara mjög skrítið að fólk skuli sko þetta kemur manni svo óvart. Ég er búin að vera, ég er rúmlega 60 ára, þú veist. Þessi barátta samkynhneigðra vannst fyrir bara, þú veist,
Hálfri öld? Já, maður Hálfri hélt það öld? sko. Já. Hvaða rugl er í gangi? Hvernig, sko, af hverju er allt í hennu komin upp svo staða núna? Það er einhver hópur í samfélaginu sem að segir, ef að þessi regnbogafáni fyrir niður, þá hatar þú samkynniða. Og maður bara, þú veist, En svo hefur maður hvernig tengist þetta tvent? En svo hefur maður líka einmitt þessir ofsar þeir koma svona fram í því að það þurfa að vera plaggut og fánar allstaðar og sko maður heyrir nú málflutningsans Einars í Framsókn sko í á RÚV þegar hann segir sko að þetta sé kannski síðasta hálmstrá sem að einhver sem er að hugsa sko að skipta liðið eða hvernig hann orða það sko að það sé að kennarinn sé með regnbogafánan hálsinn sko, mér finnst það bara svo galið sko, gjössanlega galið. En mér hefur svona fundist einhvern veginn það þarf að, þú veist það fyrst var þetta í dagur og bara gott mál og þessi ganga, bara gott mál, ekkert. En þetta er farið svona út í það eins og á síðu samtakana, þetta er svona hægt að vera vísindi og þetta er hægt að vera svona ritrít, gaggrít vísindi það sem er að fara bara yfirvegaði við málinn, þar sem við fáum einhverja nefnd eða fræðimenn, þetta er aktivistar sem eru farin að stýra því hvað er rétt og rangt finnst mér persónulega og mér finnst þetta eigi að nálgast út frá vísindarlegu sjónarmiðum, gera rannsóknir, hvað er bestur í börn sko, og niðurstöður og nálgumst þetta þannig, ekki með einhver svona tilfinningar hlöðnu bulli þar sem er verið að kalla þennan hatara og þú ert ruglaður, þú veist, þetta er bara svona tölum við ekki saman. Sko. Allt þetta sem við höfum verið að tala höfum við kallað woke. Já. Og ég fæ nú alveg gubbun í hálsinn þegar ég sé, hvað þýðir þetta woke? Já. Veist, það hefur ekki verið talað annað í 5 ár, það er búið að rýta ótal greinar þetta, googlaði þetta, bjániðinn. Þetta vókið í rauninni svona tilfinningar hana deyðast greitingar svolítið sko, þetta er svona samfélagslegu narsisismi. Já, nákvæmlega. Já. Og þetta sem þú varst að lýsa, sem er alveg hárrétt hjá þér, það má allt rekja til vóksins. Og þess vegna viljum við fá þetta í burtu, þetta sem heitir vók. Hjartanlega sammála. Bara út af þessu, ekki að því að við hötum samkynniða, bara einfallega að því að vók er í raun og veru sko einhvers konar andstæðrar merkingar skynsemi. Ég er alveg sammáli, ég bara vil búa í þannig samfélagi að allir njóti jafns réttar. Að sjálfsögðu. Það skiptir einhver máli hver það er. Ég vil bara horfa á einstaklinga en ekki vera að setja á einhverja flokka. Sko. En er einhver, sko, erum við með einhver lögfræðilegan mun á stöðu ólíkra einstaklinga ólíku svona Já, það gerist með þessari nýju löggjöf sko að viðkvæmari hópar sem eru skilgreindir af þessum marxistum sko að þeir hafa aðeins betri réttarstöðu heldur en þú eða orðið ekki þar. Það er svo skrítið að vilja sveifla þessu allt og langt í hina áttina og það, þú veist, jákvæð mismunun er til dæmis ekki til. Það er fáránlegt koncept. Það er bara oxymoron. Jákvætt er eitthvað sem er positíft, mismunun er eitthvað sem er neikvætt. Algjörlega. Þú getur ekki, og þetta er bara svo dæmigert fyrir feministana sko, sem að vilja svona og ruggla öllu saman. Ég ætla að ég sé að Jón er hérna hann er á nóðu, liggur eitthvað á hjarta. Ég hef mitt hérna sko, ég setti inn og gerði nokkra svona pistla sem ég gerði notaði akkurat þessi rök sem að Jakob vísaði í þarna áðan. Þetta með að ef að fánin er ekki í skólanum þá ert ekki velkomin og getur ekki upplegaði velkomin og sjáir ekki fram á þessi boðin stuðningur og annað og ég notaði því dæmi son minn sem með Downs og þetta með að hvernig á ég að geta valið skóla sem er ekki með Downs fánan ef að þetta er rökin ef að þetta eru rökin að ég sé hvergi þann fána hvernig á hann að geta upplegað sér velkomin hann greinilega er hataður þetta, hann er greinilega ekki samþyktur sko og það náttúrulega bentur svo margir á að þetta væri ömuleg rök. Auðvitað er þetta það er viljandi gert. Ég er bara að skipta einum hóp út fyrir annan og nota sömu rökin og þeim finnst þetta hræðileg rök þegar þetta á við nokkurn annan hóp. Þetta var frábær pistilljáður, ég las hann. Að hakkaði fyrir það. Var þetta Já, fyrir ekki Jón. Já, allt í lagi og ég ætlaði bara að segja að þetta sko, þú veist, svo hef ég og kona mín höllum rætt þetta með að, þú veist, ég noti, þú veist,
þetta sem dæmi, ég náttúrulega ekkert að nota son minn sem slíkan, ég að neyða fólk til að takast á við rökin út af því að það getur ekkert hjólað í, þú getur ekkert hjólað í fólk með Downs, hvað þetta að gera, það er engin hópur sem er svona, já, bara universally elskaður sem fá kom í heiminn þar að segja, eins og fólk með Downs, þú getur ekkert hjólað í þann hóp og þar að leiðandi ég búin að taka það vopnur höndunum á þeim og neyða þau til að horfast í augu við rökin og rökin bara léleg. Þegar þú getur ekki ráðist í persónuna, það bara komi eiginlega enginn til þess að takast á þessa skoðun sem hefði verið gert ef að ég notaði einhvern annan hóp, sko. Já, þetta er gott. Svo kemur þetta með feminisman að hérna á sama tíma og við erum með þessa löggjöf sem heitir jákvæð mismunun sem að gerist að því að jú, þá að ráða inn frekar konur sem eru með svona svipar eða sömu svona hæfniskröfur fram yfir kallmenn að því að þú veist að það átt að halla á þær. Núna erum við bara að sjá það að það gerist hvergi. Þú veist að það er nánast engin hópur og það er eiginlega leitun að því, það er ekki eins og nýjum lögreglunni sko. Og þá að fara í því líkar aðgerðir við það að sko leiðrétta kynja hlutvöld í lögreglunni og ég hafði verið að breyta inntökuprófum og fleira sko, þannig að við vorum ekki að fá lögreglumenn með sömu líkanlegu getu þó svo við höfum kannski fengið eitthvað annað í staðinn, ég ætla ekki að segja það. Ég ætla ekki að leggja endilega dóma á það, en maður sér ekki verið skorin upp einhver herör sko gegn þessu eða hallar í hináttina sko. Nei. Og maður sér þetta ekki heldur í háskólanum, við erum að sjá sko að 3 af hverjum 4 háskólanum eru konur og sumum deildum að miklu meira. Og það er langt síðan við fórum að sjá þennan tendens. Það er sko 20 ár síðan ég var þarna og þá voru þær þegar sko 67%. Og maður er bara svona, maður hugsa bara með sér, ok, þú veist það var skýrsla sem kemur út á síðustu ári, þú manst eflust eftir henni þar sem er að tala sko hvað strákar, þú veist, bara standa illa innan menntakerfisins. Þú veist, 50% getur ekki lesið sér til gags, það er reynda kom hræðileg niðurst að líka með stelpur og 30% af þeim. Og maður verður svona velta fyrir sér, ef þetta er búið að vera svona kannski 30 ár og hann nefnir það að það voru sko, ég held að hann hafi hætt að telja í svona 300 átökum sem að voru fyrir sko konur til þess að stelpur til þess að auka og við sáum háskólinni Reykjavíkur með fyrir stelpur og stálp en ekkert fyrir drengi og víðast hvar voru þeir bara látni bíða heima með að stelpurna að fara eitthvað sko, þú veist, þetta er svona bara aktív mismunun og allstað það sem halla á konur þá verður að vera svaka átak og bankarnir eru með og Íslandsbanki fer í þetta og allir einhvern veginn saminast en ef að það hallar á kallmenn þá er þetta bara ekki til staðar og manni finnst þetta í rauninni bara svo ótrúleg hræsni og mér finnst þetta að lýsa því svo ótrúlega vel hvað þetta eru ekki jafnrétti sinnar þegar að þetta er upp á pallborðinu. Ég er bara algjörlega sammálaður og ég held það, þú veist, mér hefur fundist það að vindarnir séu farnir að blása úr eilítið annari átt og kannski talsvert en kerfið er orðið alveg sko morkið í þessari hugmyndafræði og þegar við erum komnir með svona mikið opinberum starfsmönnum þá er þetta orðið bara hreinlega pólitískt sko kapital þú vilt ekki að Gunna frænkaðin missi vinnuna sem er kannski einhverju nógut sitt jobbi á Reykjavíkurborg þá kýstu bara, þú veist kerfisflokkana sem að nú eru orðnir þessi vinstri flokkar. En sko við skulum ekki gleyma því að sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera hér við stjórnvölinn alveg í hvað lengi og þetta hefur allt gerst á hans vakt. Þeir eru ekkert saklausir að þessu sko. Saklausir, það var nú eitthvað einkennilegt ef að þetta bara eignaði góðærið en þeir hefði ekkert með hrunið að gera eins og Davíð. Nei, skilurðu. En menn verður að taka ábyrgð á því sem að misfarist hefur líka og ef þeir ætla að fá einhver trúveruleika þá verður þeir að gangast við. En það er bara alveg með ólíkindum okkur menn bregðast ekki við nákvæmlega þessu sem að þú ert að tala og ég er 100% sammála. Heldur að finnst þér svona, ég tek alveg eftir því að það er svona ákveðin fersku blær sem er svona breytast í umfjöllun þessi mál. Man finnst svona að það verður að vekja athygli á að það er fyrir að halla verulega á kallmenn til dæmis í forræðismálum og fleira og maður svona heyra aðeins meira þetta. Mér finnst þeir vera samt sniðgengnir svolítið af svona ákveðnum hópum, sérstaklega svona maður upplifir það, kannski er það bæjas hjá mér sko, einhvers konar upplifun að bæjas, ég sé að leita að því
en mér finnst einhvern veginn að þetta hafi ekki fengið svona sömu umfjöllun og konur hafa fengið sko. Já, það má alveg rétt vera. Það var mjög athyglisvert viðtal sem þið voru með hérna við mann. Huginn, já. Já, bæði Huginn og svo líka voru þið með viðtal við mann, var það ekki, eða var það ekki? Jú, hérna Pedro. Sem að þeir voru að senda barnið hans, var það ekki trans? Jú, þess að múðurinn vildi hérna fara með ekki transferð. Að honum forspurðum. Já, fara ekki ferlið, ég veit ekki hvort það verður aðgerinn, það verður allan hormónaferlið og undan og svona og hann kom til okkar og lýsti þessu og það sem var svo magna við það, að hann hafði ekkert á móti sko að strákurinn hans væri sko gay eða eitthvað svoleiðis og hann fannst þetta bara allt og snembært að vera að taka úr svona ákvarðan. Akkurat. En Jón, ert þú með eitthvað? Ég ætla að byrja að skjóta því svona, hérna, fyrst, og bæta við þetta einmitt það sem við höfum rætt áður með þetta mál meðan félag okkar, en það er þetta með að ég tók fyrir tvisvar með að vera með þættina mína á broadcast þetta HR, þegar þeir voru að bjóða stelpum að mæta og læra í forritur, strákar voru sendið, þeir máttu fara að vera út að spila fótbolta á meðan. Spáði hvað þetta er galið ef þú hefði verið gripið mig þá, ég sagði það bara þá að ég náttúrulega vill að þessi skólastjóri segja af sér út af þessu, því að við vitum það alveg að ef þú snýrð við kynjónum og strákum hefði verið boðið að skoða hjúkrunarfræðina og með stelpunna verið látnar settir í heimilisfræða með hann að baka. Þú veist, sá aðili sem hefði varu valdur að þeirri ákvörðin hefði byrjað að gjöra svo vel að þurft að taka póka sig. Það bara, það vita þetta allir. Já, þetta er dæmi eftir dæmi og það er alveg furðulegt að menn skuli ekki geta, miðað við það að menn eigi nú að heita menntaðir, skuli ekki geta gert þetta einfalda trygg sem er að skipta kynjum. Til dæmis. Já, þetta er svona. Þetta er ekki flóknara. Ég nota þetta ofta á Instagram sko, þá sjá menn hvað þetta er astnalegt, ég er með svona reglulega að segja þetta speillin, það notaði svona hugtök sem eru oft að hérna konur eru bara hrædda við sterka kallmenn, eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona algjörlega fáránlegt dæmi, það er mjög skemmtilegt. Ég hélt í lengi fram að þetta væri niðurlægjandi fyrir konur og það er það auðvitað, að þær skuli njóta svona forskotts jákvæðrar mismununar. Sjálfsögðu er þetta það, ég meina við erum þetta bara fyrir fatlaða og svona hópa. Nákvæmlega sem svo hefur auðvitað áhrif á traust á bara stjórnkerfinu. Já, og trúfólks og sjálfum sér vantarlega. Já, akkurat. Ég meina, sko, litaðir í Bandaríkjunum var alveg brjálaðir yfir því að sko þeim var ekki treyst þess að sækja sér hérna skilríki. Já. Hann hefur sett lög sko hjá sérstaklega í demokrata, eða bara eingöngu í demokratafylgjum það að það var sko bannað jafnvel að framvísa sko skilríkjum á kjörstað. Já. Vissur þetta? Nei. Lestu þetta? Það var bara bannað í Kaliforníu sko og fleiri stöðum sem og þetta er eina ástæðan fyrir því að menn hafa grunað svona kostningasvind sko. Já. Og sko en þá var það sem sagt á þeim forsendum að það væri ekki jafn auðvelt fyrir minnihlutahópa að taka sér frí að fara og nálgast sko hérna skilríki en samt getur ekki gert neitt í lífinu að segja skilríki og þetta er og ég man sko Candace Owen sem Þel Dökk sko hún var algjörlega brjáluð yfir þessu sko af því að henni leið bara eins og að vera að segja hún var í fíbl. Já. Þeir voru með einn þingmann sem var ekki í sjónvarpi margir mert af þessu fólki veit ekki eins og hvað internetið er hvað er það að segja það þú veist hversu ógeðslega rasískt er þetta hjá þér. Þetta er það nefnilega. Já. Mér finnst bara með hann sem að mætti hjá okkur Eldur var náttúrulega með honum þetta bara dæmi, mér finnst bara við þurfum bara að fara að keyra meira inn á þetta vegna þess að ég var að tala um áðan hvað margir vissu ekki einu sinni hvað regnbogafáninn var og hvað framfarafáninn var fyrir hvað hann stendur ekki. Við verðum að fara að vekja meiri athygli, þú náttúrulega hefur verið duglegastur af okkur við að hér í þáttunum Helgi að bara þegar þú ert á ákveðnum pól í þessari stefnu þá ertu með vísindin með þér í liði vegna þess að þú ert að tala fyrir stefnu sem skadar færri. Þeir eru alltaf að tala um að allt tal svo hjá okkur sé svo skaðlegt. En við getum, ef við værum nógu miklu drullusokkar, mjög einfaldlega sagt að samkvæmt vísindunum, þá eru hitt aðilar sem vilja skaða börn vegna þess að sú stefna sem að það er viðhöfð, Helgi bara, ég vil endilega færi bara... Og ég leiði þetta út, við getum, sko, ef þú segir að sjálfsvíkstíðni
sé verulega aukin hjá þeim hópi sem er trans og ef þú gefur þér það og veist að þeir sem eru einhverjir eru tífalt líklegri heldur en aðrir til þess að verða fyrir svona félagslegum smitum af þessari hugmyndafræði eða til þess að upplifa sig sem í öðrum líkama og sama tíma vitum við það sko að 80% sem að fær þessar dillur í hausinn það að sé í vitlausum líkama það lætur bara af þessari hegðun, litteratúrin sýnir það sko ég minnir að það veri 85-6, ég geta sláði á föstu en þetta er alveg sko yfirgnæfandi meirihluti og síðan af þeim að þá er bara brot sem það þarf að fara í gegnum einhverja sko meðferð og það er yfirleitt þannig að það fer yfir kynþroska aldur að þá er þetta ekki reversible, þá ertu bara, þú veist, þá er þetta þitt identity og gott og vel en þessir aðilar sem að kannski hefðu skipt skoðun eða hefði ekki verið borið ofan í og hefði ekki verið, já, þú veist, það þarf að affirma, það þarf að sko að staðfesta að þetta sé rétt hjá þeim nei, þú veist, ef að þú er kannski með 30-50% sem dæmi sko sjálfsvíðstíðni þá ertu bókstaflega að drepa fólk eða þú ert að telja þig trú að það sé í vitlausum líkama. Það er náttúrulega ekki hægt að komast að neinni annarri niðurstöðu. Og þetta eru hlutir sem að þekktust ekkert í þessu mælikvarða fyrir kannski bara áratugi eða 2. Það er bara enginn þarna. Þannig við vitum að þetta eru félagsleg smit og við vitum að það eru augljóslega einhverju sem að verða fyrir barðin á þessu sem að eru kannski eiga þegar við einhver problem að stríða. Og mér finnst það svona að vera eðlilega umræðan þess að eiga. Hvað er börnum, unglingum fyrir bestu? Þú veist, hvernig getum við tryggt að öllum líði vel? Bæði þeim sem að þurfa að fara þá í gegnum þessa meðferð og hinum. Þú veist, eigum við að reyna að bjarga þessum 80% 90 eða þessu broti sko. En hvernig stendur á því? Nú finnst mér þetta að vera mjög skynsamlegt sem þú mælir hér fram og af hverju verða þá þeir sem eru trans svona æfir og brjálaðir út í það sem þú ert að segja? Hefur talað við einhverja einstaklinga og reynt að snúa hugum þeirra? Nei, það getur verið mjög erfitt sko. Já. Ég get náttúrulega ekki af hverju verða þær æfir. Ég meina þegar þú upplifið þig öðruvísi og þú ert náttúrulega, þetta er ranghugmynd hverju þú ert. Ég held að það sé alveg frekar gefið. Þá ég meina þú ert með anorexíu sjúkling og viðkomandi vill fara í megrun og þú veist að það myndi stór skaða viðkomandi þá segir ekki, þú ert bara svolítið feit. Þannig að og með því að segja við hana, þú ert nú bara orðin alltaf grönn að hún getur tekið það mjög ósteind upp við þig og ég held að það sé þannig með fullt af hugsunarvillum, það skiptir eiginlega ekki máli hvernig það er. Og auðvitað það er ömurlegt þegar að fólk ræðst á þá sem að vilja þeim bara vel ég meina, ég vil engum þarna illt sko, ekki neitt það er bara ekki til í mér, ég bara þykir vænt allt þetta fólk og ég vil að allt hins besta og ég er í rauninni bara að leggja til að allir þeir fái bara meðferð við sitt hæfi og við nálgust að þannig og ég held við sem ekki að gera það rétt og ég held að sé ekki rétt að aktivist að sé að gera það er svona í rauninni það sem ég er að segja bara hlutur sér læknar eða þú veist heilbrigðisstarfsfólk sem að þekki fræðin sko. Ég hef í raun og veru sára litlar skoðanir á þessu. Það er örgast að Nei, ég meina, þú veist, maður getur ekki verið að bladra allt sko. Nei, ég skil það alveg ég skoða þetta svolítið, ég ákveða að stúta þetta því að við höfum verið svolítið að ræða þetta hérna. Já. Og mér fannst bara eðlilegt að þá að lesa litteratúrin og kynna mér þetta bara svona svolítið vel. Já. Og það sem kom kannski mest og óvart var það hvað sko mikið af rannsóknunum voru illa útfærðar og voru í rauninni svona svolítið að panta niðurstöður. En hvernig er það, nú er búið að banna þessar hormónameðferðir og ég tala nú ekki aðgerðir á börnum víðarskvar, er það ekki? Hvernig stendur það? Ég fletti svona upp daginn, þetta er nú ekki alveg fest í huga mér, en sko Finnar, Svíjar, Normenn, Danir, Bretar, það eru meirinn helmingur ríka í Bandaríkjum Norður Ameríku, ef maður rétt. Þeir eru hættir þessum sko hormónameðferðum á börnum og svoleiðis ef ég man þetta rétt og aðgerunum. Okay. Veist, það er svona það er búið að taka sko svona beyjuna frá þessu.
Ok. Frakkar svona segja sko að gæta ítrustu varúðar, Já. veist, ég held að þeir hafa ekki sett sko reglur gegn því og sumir banna þetta á meðan að aðrir kannski að stíga varlega til jarðar, en það er ekki þetta full on sko eins og við sáum hérna kannski fyrir einhverjum árum síðan, veist, fólk að snúast við og það er út af því að nýja rannsóknir sína bara það að þetta er ekki gott sko. Nei. Þetta er ekki holdt og hérna þú veist, Eldur gerði svona ágætlega skil hérna þegar hann kom til okkar og hann er náttúrulega samt sem ára aktivist í ákveðnu skilningi og þú veist, en það er nú enga síður þannig að það eru rosalega mikið af samtökum sem hafa komið upp við sig og hérna og bara svona ýmsar skottulækningar sem hafa verið þarna sko. Eldur er svolítið sérstakur með þetta allt sko. Sko það verður náttúrulega nákvæðin breyting, hvenær er það þegar að hérna samtökin 78 það verður hérna einhvers konar bylting er það ekki, þá kemur taka nýjir við, skrifaði þetta bókan Böðvar hérna. Ég þekki ekki þessa sög. Þá verður rosalegur ágreiningur meðal samkynhneigðra það hvort þeir eigi til dæmis að taka BDSM inn í þetta, samtökin. Sem er náttúrulega bara ákveðið blæti sko. Akkurat. Það er ekki beint kynhneigð. Nákvæmlega og, en þá fara þeir bara full on í þennan aktivisma. En mér er svolítið skrítið hvað Eldur stendur einn í því að í andóinu. Ég held að hann standi alls ekki einn. Ég held þessi rosalega margir sem að styðja Eld alveg sko merkilega. Gera það ekki mjög margir opinberlega? Nei, það eru kannski ekki margir sem er að stíga sérstaklega fram eins og hann og tjá sig þetta. Ég held að fólk sé bara svona hrætt við það. En ég verð þó að segja, nú hef ég alveg reynd að tjá mig þetta af bara svona skynsemi og bara að velvild. Og ég hef nú bara, Gunnar Smári reyndi nú að halda því fram að ég hataði transfólk og eitthvað svona. Já, Gunnar Smári er voðalega skrítinn hvað þetta vók varðar. Já, af því að sko, nú er ég hérna inn á rauða þræðinum og svona suma greiningarnar sem hann kemur með, þessu varandi kostningaspár og svona, geta verið alveg fínar. Alveg stórkostlega briljant. En sko þegar kemur að þessu vókinu þá finnst manni bara, mér fannst hann bara að vera, sko, hann var bara skítælka hvert mér sko, þú veist, það var ekkert öðruvísi sko. Nei, ég meina Guð minn almáttugur, hann, já. Þú veist, ég ætla ekki að fara í kringu það sko, hann var bara laug upp á mig sko. Ég meina, ég hef bara gaman að þessu sko. Ég hef fengið margar sendingarna frá honum sem er alveg bara fúli kallinn og eitthvað svona sko. Ég hef bara gaman að þessu sko. Ég fannst bara gaman að þessu rugli og geta þó bara svara fyrir það og henda þessu svona á milli. En eflaust einhverjir myndi fara illa í það að vera að skrifa og sko opinberlega og svona sko. Þetta trufla mig einhverju hluta vegna ekki svo mikið sko. Nei. Já, en hvað finnst þér sveitarstjórnarkosningarna? Nú eru miðflokkurinn búin að vinna þarna í helvíti mörgum sveitarstjórnum. Þeir eru komnir með einhverja menn inn þó þeir séu ekki að komast, ég voru ekki á einu stað sem að komast í stjórn. Ég sá að Viðreisn byrti svona einhver plagg það að það var ekki næsta. Mér fannst svolítið áhugavert að þeir Viðreisn útilokaður. Já, miðflokkurinn útilokaður á sama tíma þó að Viðreisn nánast ekki með neina kjörmenn í neinum af þessum stöðum sem voru að benda á að miðflokkurinn væri actually með menn. Nei, einmitt. Þeir unnu náttúrulega glæsilegan sigur hérna, má segja í Reykjavík, heldur betur. Já. En svo eru þetta nú bara svona, þeir eru kannski bara að koma sér fyrir. Ég veit ekki hvort að það er eitthvað til því að þeir séu eitthvað útilokaðir. Jú, það má vera að það tengist þessu sem vorum að ræða áðan með það að málflutningur þeirra hefur verið svolítið affluttur. Ég held þetta snúið svolítið það að það hafi verið gerður skoðanir. Og þá kemur svona ótti, fólk vil ekki tengja sig við þetta og þá komið svona, en hérna leið þá held ég sé nú alveg óþarf að vera að tala miðflokkinn sem einhvern vesalingi þessu samingi. Nei, ég held að þetta sko hafi þverju áhrif sko. Ef að hann hefur verið að vaxa í vinsældum og
þegar þú segir ósatt eða svona snýð út fyrir fólki þá hefur það tilhneigingu til dæmis til þess að kynna sér hlutina, skoða hvað þeir eru í alvörun að segja, hvað er að segja í viðtölum og það minnst þegar Gunnar Smári fór að ljúga upp á okkur og þá náttúrulega settum við bara podcastið undir og fólk gæti séð það og það í rauninni við fengum bara miklu meira áhorf og það festist bara því að fólk sá ekki að við vorum ekki þessir sko ógeðslegu hatarar sem var verið að gera upp að þannig að ég fagna þessu bara svona frekar heldur en hitt. Mér sýnast að Jón verið dottin út hérna. Sennilega er hann dottin í það. Ég myndi ekki sko það. Hann hefur dottið í annan afriðtara. Já. Er einhver svona sérstök mál sem að þér finnst það að staðið upp úr síðasta árið? Nei, þetta er ómöguleg spurning. Það rennur þetta allt saman. Elskar mín, þetta rennur allt saman, sko. Já. Þú skrifaði nokkar bækur. Nei, 2 bækur. Ég skrifaði bókin Katalínu í félagi við hann Þórarinn og svo skrifaði ég bókum sem var enda hluti af masterritgerð sem ég skrifaði í bókmenntafræði Mikki og slagsmálin við þjóðina. Já. Hvað er þetta langt tímabil hjá þeim? Var svona bókmenntafræðileg greining hjá mér þar sem ég var að fara yfir frásagnarhátt í bókum Mikaels Þorvarssonar og Guðni Elísson sem var leiðbeinandi minn í masternáminu, hann setti fram mjög skemmtilega kenningu sem að Mikael vill engan veginn fallast á að D.V.A.F. hafi verið partur af höfundarverki hans sem er svolítið svona sko, það vill auðvitað engin blaðamaður vera kendur við það að vera skálda í fréttum sínum sko. Nei. Það þykir mjög niðrandi. Mikki hins vegar gerir hann hefur alltaf borið gríðarlega virðingu fyrir blaðamennsku og finnst það í sjálfu sér ekkert ómerkilegra fag heldur en bara það að vera rithöfundur. Skilurðu? En svo var ég að skoða þetta mál sem ég var að segja þér af áðan með það þegar að D.V.A.F. lendir í snjóflóðinu já, út af þessu en þetta gerist nú líka í MeToo sko, ég man hann var einhver maður hann á Ísafirði, hann var borin einhverjum sökum, hann enda með að fyrirfara sér, ég veit ekki hvort hann var sekur eða ekki sko. Ísafirði með var ekki eitthvað sem var borið upp á barnan í þessu MeToo það er maður já, í MeToo já, í MeToo, já og það eru svona, það er einhverju í kringum þetta sem að olli sér sjálfskaða fellur fyrir einn hendi sko og það þekkist erlendis líka á fleiri stöðum Já, það nefnilega það er eitt sem er mjög vandarsamt, það er að vilja kenna einhverju einu sjálfsvík Já það er eiginlega bara mjög ábyrgðarlaust Já, það er það í rauninni þegar maður svona hugsa þetta en kannski einhverju svona í svona ákveðni tilfæðastreiflu sem að upplifa það að þetta var ítt mönnum yfir hjallan kannski Já, sko Ég er komin aftur sko Velkomin Hendur þér út á pub og fyrst þér einn afriðtara Þetta er rétt hjá mér Já, þegar þetta kostar ekki meira þá náttúrulega bara miklu ódýrara að vera að drekka þetta heldur en vatn Já Það er bara svoleiðis Við erum alltaf með frábæran tæknimann hérna sko sem að reddar okkur og sminkar okkur fyrir þættina En já Við duttum aðeins út þarna þegar ég dett út, þá erum við að ræða fyrir ekki, ég ætla ekki að trufla þess að þið voru þannig Nei, allt í góðu, við vorum nú bara svona fara yfir þessi sjálfsvígsmáli kringum MeToo og eitthvað svo leiðis Já, alveg rétt Við vorum svona komnir þanga sko Ég kemst ekki bara hjá því nefnilega, við vorum að ræða viðtalið þess Jakobs við Snorra áðan og hann fekk heldur betur skot úr, ég ætla ekki að segja óvæntri, heldur vel fyrir sjáanlegri á. Það er frá sameiginlegu vini þáttarins, það er Steini Vaff á kallmennskunni, okkar maður. Hvað fannst þér það? Ég sá að þú sagðir að hann væri ekki svaraverður í þetta skipti, það hefur nú gengið aðeins ykkar á milli svona hörðu skot. Ég sko Nei, ég hef ekkert verið að skjóta á hann sko. Mér finnst það að vera bara svona fugl sem á að fljúa eins og hann er fiðraður eins og ég nefndi nú
og maður á bara að hafa gaman að svona, en það er auðvitað, þetta er náttúrulega ofstækismadur og lærður í kynjafræðunum sem að ég ber nú ekki mjög mikla virðingu fyrir, verði að viðurkenna. En hann hefur tekið þau bara upp á arma sína eins og þetta sé bara sannleikurinn sjálfur. Hann er nefnilega ofstækismadur. Það er eiginlega ekki tækt að segja neitt annað og mér er svo að sérstaklega að hann er að gangrýna til þess aðra fyrir ofbeldi en hefur verið að hvetja til ofbeldi skakvart bara óbreyttum starfsmönnum fyrirtækja og svona sko. Já. Þú veist, þetta er náttúrulega bara algjörlega með ólíkindum sko. Nákvæmlega. Hann virðist ekki geta séð bjálkan í sinni eigin auga sko. Alls ekki og ég held við höfum nú ýmislegt þarfar að gera en að ræða þann Já, það er alltaf gaman að taka hann aðeins fyrir Ég held að það sé nú nauðsynlegt að koma inn á því að hann er nú ekki svo eini sem að sko er í mínu uppáhalds podcasti sem eru 2 kallar, hann er nú með honum gömlum vini þínum, Hauki Braga sinni sem að byrtist nú á forsíðu DFF þar sem hann var að þræta fyrir að hafa aldrei hafa lamið homma eftir Já, sko ég sagði að hann væri engin feministi, hann hefði verið svona gæi sem að hefði, þetta var stórfyrirlegt mál, að hann væri bara svona gæi sem að væri að ríða ölduna og ef að aldan væri núna svo að það væri eitthvað hommahattur þá væri hann að berja homma í skúmaskotum eins og bara, þú veist, þetta væri bara svona, þú veist, snjókott, færi bara með vindinum fram og tilbaka. Og þú veist, það var nú gerður ágættur rómur að þessu þegar ég setti þetta inn á Twitter, sko. Já. En hann taldi sig verða að svara þessu, ég skil það nú eiginlega ekki almennilega. Það kom þetta stór grein í DFF, ég hef aldrei lamið homma. Það var bara ekki þar sem ég var að meina, sko, ég sagði aldrei að hann hefði lamið homma, aldrei hvarlað að mér. Það er ég er actually nógu klikkaður til þess að hlusta á podcastið þeirra og fáum útvöldum sem að ég var í topp 1% aðdáendahóps þeirra núna síðustu áramót þegar Spotify gerði það upp og Helgi hélt alltaf að ég var að grínast með að ég var alltaf að hlusta á þangað til ég sendi honum screenshotið af því. Mér finnst það bara endurspegla hvað eru fáir í þessum aðdáendahópi. Það er mjög áhugavert dæmi þar sem þeir eru að ræða saman og þeir eru að gera eiginlega allt sem þeir eru að saka aðra eins og sko, þeir byrjuðu strax í fyrsta þætti og þá byrjuðu þeir að tala um akkur kallar þyrfti alltaf að vera svona skjóta á og svona niðurlega tala til hvers annars með niðrandi hætti hlógu mikið af því og þetta er það eina sem þeir gera í þættinu, það er sérst Haukur, hann er alltaf svona hann er svona svolítið að dóminera steina minn sko, þetta er ekki gott alltaf að skjóta niður, alltaf að gera grína á honum. Já. Þannig að ég vil meina að Steini þurfa að koma sér út úr þessu podcasti, hann er þarna í ofbeldissambandi og ég er ekki sáttur við það, hann á betra skilið. Já, við fengum frábæra spurningu á þann til þín Jakob, það var hvenær alltaf kátir piltar að koma saman, Arnar setti það inn í tjattið til okkar á þann. Já, þetta er ekki fyrsta skipti sem okkur berst slík spurning eða slíkar ég kýsa að taka þetta sem áskorun við vorum nú einlega bara okkur var kansilerað löngu áður heldur en það var komst í tísku að kansilera menn en við erum reyndar aldrei nokkuð tíman spilaðir á Rás 2 það kemur bara ekki fyrir við kemur stórkostlegt komment á eftir Feitar konur 2 Electric Boogaloo, það getur ekki komið og snemma. Já, varst þú með það lag? Já, við stuðumst til þess að taka Feitar konur, elskar mig í tonnavís. Taka drikkjusöng sér að Davíðs Þórs og útsetja hann og syngja inn á plötu. Já, þetta var stórkostlegt. Já, okkur þetta er nú bara gott grín, sko. Já, þetta er kallað, hvað heitir þetta, ekki body shaming eða eitthvað svona, sko? Já, fitursmánun. Jú, líkamsmánun. Já. Sem að var náttúrulega bara, það er ekkert sem að heitir fitursmánun í þessu lagi, ekki neitt. Nei, þetta var ekki þannig. Mér langar að Þórarinn Hjartarson var að tala
þegar hann kemur inn til okkar hvernig, og í þættinu hjá sjálfum sér með Evrópusambandið og hvernig hann skipta sér að kostningum með beinum og óbeinum hætti og spurningur sem að koma upp á YouTube að fjalla Evrópusambandið og svona og meðan að tala skuggabon og eitthvað svona, hefur eitthvað kynntir þetta? Nei, ég hef ekki mikið kynnt mér þetta, mér fannst nóg á þinginu og hvað menn eru sko, ég veldi fyrir mig hvaða ógnakraftar þetta eru sko, mér finnst í raun og veru þetta, ég hef engar sérstakar skoðun á Evrópusambandinu eða hvort við eigum að ganga þar inn eða hvað, en mér finnst skrítið að berjast gegn því að fólk fái að kjósa það skiljiði og þegar ég eitthvað að segja þetta sem að mér finnst nú alveg sjálfsagt þá, en þú verður aðtúa, nei ég verð ekkert að aðtúa eitt eða neitt sko það sem ég sé í þessu það ef við segjum ekki já í 29. ágúst þá verður þetta mál hangandi yfir okkur alla tíð. Af hverju erum við svona mótið því að sjá þennan samning? Hvað er það? Við vitum alveg hver þessi samningur er. Nei, það liggur auðvitað ekkert fyrir. Nú? Nei. Maastricht sáttmálinn er bara til. Við vitum ekkert 27 ríkir til þess að samþykja allar undanþágur. Við vitum ekkert hvernig þetta er fyrir þetta liggur fyrir. Já, það er enga varanlegar undanþágur í boði. Já. En þá verður þetta hangandi yfir okkur forever and forever. Mín upplifun er svo ef við fáum nei í þessu máli og ég hef enga afstöðu til Evrópusambandsins eða nei. Þetta er tvöföld eða þreföld þjóðaratkvæðagreiðsla sko, hvort við erum að fara að inn eða ekki. Já, út af stjórnarskrárbreytingunum líklega þreföld. Já, þannig að sko viljum ekki fá þetta mál út úr heiminum. Þurfa menn að vera hérna alveg bara nei og hvaða ógna kraftar eru þetta sem að eru búið að fá þetta úr heiminum, ef við segjum nei þá fáum við þetta ekki út úr heiminum, það er það sem þú ert að segja en ef við segjum já þá fáum við það einhvern veginn út úr heiminum af því að þá ertu með samningi sem liggur á borðinu viltu meina það, en þá náttúrulega bara eftir 20 ár munum menn segja, já þetta er allt annað samband sko núna heldur var þá þetta er það sem að þeir sem að segja nei er að segja í dag ég meina Frosti var hérna hjá okkur síðast og tala þetta sé annað samband heldur en þegar við sóttum 2009 berjast fyrir því að það verði ekki kosið eitthvað mál, er það ekki svolítið skrítið stað? Er það ekki bara svolítið sérkennilegt? Nei, ég held ekki vegna þess að þeir sem er að berjast gegn því er að upplifa það þannig að það sé verið að svona, hvernig ætti ég orða það á íslensku, svona misrepresenta, þú veist að það er verið að aflega við fólk sko í því að það sé einhver samningur og einhverja undanþágur sem er ekki til staðar og þetta kostar mikla peninga, þetta er dýrt, það er ekki verið að huga öðrum málum á sama tíma, mér finnst það alveg vera sjónamið sko, persónulega myndi ég ekki ganga í ESB og það er ekki út af því að mér finnst það neikvægt, mér finnst alveg mjög flott það sem það er gert með alls konar samræmda reglugerðir og viðskipti og annað. Þú veist þessi Evrópumarkaður er stórkostlegur, við höfum bara aðgang á honum sko með EES og meina Jón Baldvin var En er þetta ekki bara eitthvað umræða sem við erum að taka eftir að við erum búin að segja já við því hvort að við Ég held ekki, ég held að það sé ekki bara Er þetta ekki bara svolítið svona Ég þeirra skoðunar að það sé bara ekki ástæða til þess að fara þarna einfallega vegna þess að það er svo rosalega skuldasúpa. En er það þá ekki þar sem að þú segir bara í næstu atkvæðagreiðslu? Þú ert að kjósa núna það hvort að við viljum eigum að halda áfram með þessar aðildarviðræður og klára það er? Já, aðildarviðræður eru bara aðlögun. Það er ekki, það er verið að semja hvernig þú gengur inn og það er engar undanþágur. Þannig að ég sé ekki bara af hverju þú ættir að... Þá erum við komin inn í þetta, já. Mér fannst, ef ég á að segja alveg svo þá fannst mér fyrirlítlegt hvernig Sigmundur Davíð og Gunnar utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson og Sjálfstæðisflokkurinn allur hvernig þeir komu fram í kosningum áður heldur en þeir eru kosnir til meirihluta lofuðu því þá að fólk fengi að kjósa um þetta og var það búið að færa slána talsvert til þegar þeir telja sig slíta, þeir gera þetta svo heimskulega og klaufalega að það er ennþá verið að þrasa það hvort að við séum ennþá í þessum viðræðum eða ekki. Já, mér finnst það svolítið sérstætt. Þá gengu þeir illilega á bak orða sinna
og þetta hefur verið margrakið í hérna, bara farið inn á YouTube og sláðu þessu upp. En að sama skapi að þá erum við að horfa á það sama eins og með hérna, samfylkinguna Viðreisn. Ég meina þau lýsaði yfir aftur og aftur að þetta sé ekki á dagskránni og þetta sé ekki sko, forgangsverkefni og svona það var algjörlega borðleggjandi að þau voru að tala um að þetta var eitthvað sem þau var ekkert að fara í. Kemur það endilega þessari spurningu við sem vorum að spyrja okkur? Já, þau eru náttúrulega, ef að sko, já, mér finnst það, vegna þess að þau fá ákveðna kostningu á þeim forsendum þessu ekki að fara í þetta ferli, en síðan ætlaði að fara í þetta ferli þegar þau komið með umboð sem þau fengu kannski á þeim forsendum var ekki að fara í það. Það er svona sem ég sé það. Þetta stóð það ekki alveg, var það ekki algjörlega, láð það ekki algjörlega fyrir að þau ætlaði að reyna að fara í þetta á þessu kjörtímabili? Nei. Var það ekki? Ekki samkvæmt viðtölunum sem ég sá Kristrúnu Frostadóttir fara í til það með sér og Stefáni. Það hefði verið algjört lofar og þeirra hálfu Viðreisn allavega í það minnsta. Já, Viðreisn er náttúrulega flokkur sem er stofnaður utan þetta. Þannig að það kemur manni svo sem ekki dóa. Hann var til í kjölfar þessa. Þetta er á stefnuskrá Samfylkingarinnar líka og hefur verið. Já. En hins vegar að þá taldi hún öllum trúum það að þetta væri eitthvað ferdi sem var ekki verið að fara í núna og væri ekki í forgangi og fyrst ætlaði að ná. Akkur breyti það einhverju? Finnst þér ekki skipta máli ef fólk lofar einhverju að gera eitthvað ekki sem stjórnmálamenn að þau gera? Þetta er ekki stórmál. Við erum að fara að kjósa um það hvort við eigum að fá að kjósa um þetta. Skilurðu? Mér finnst þegar við tölum um þetta þá er eitt sem að mér finnst hafa farið rosalandi borðið. Það var það sem Helgi var að tala um með þessi skuggabönn og það er það til dæmis að Bandaríkja stjórn opinberlega, þá meina ég bara þetta kemur frá bandarískum stjórnvöldum skýrsla það að Evrópusambandið sé á mjög gróan hátt að skipta sér einmitt af kosningum sem að varðar þetta mál þegar að líður að annarkvort sko kosningu sem eru mikilvæga fyrir ríkin eða eins og í þessu tilfelli kosning sem sagt aðild, þá eru þeir að beita sér gífurlega mikið fyrir ritskoðun á samfélagsmiðlum og öðrum miðlum. Elon Musk til dæmis steig bara fram, sagði að honum hafi verið boðið, öllum stóru samfélagsmiðlunum hafi verið boðið upphæðir og fríðindi fyrir það að samþykja þetta boð með að ritskoða það sem að sambandi myndi biðja þau Hann og Telegram eru þeir einu sem höfnuðu því. Hvort að það sé þá tilviljun að það sé verið að ráðast núna undanfarna mánuði, verið að gera árásir á bæði Telegram og X í bæði Frakklandi og Þýskalandi. Ja, tilviljun eða ekki. Ég veit að málaferli gegn Trump í mörgum löndum Evrópu út af þessu sko. Já. Nei, Trump fyrirgjöf, X fyrirgjöf, já. Já, akkurat. Og Telegram og nútíminn kom nú bara með yfirlýsingu daginn að það sé bara 10-15% lestur á fréttir sem að Evrópusambandið er málað í neikvæðu ljósi þegar það fer í gegnum Facebook. Það sé ekki sami miðað við aðra fréttir þar að segja sko. Það er bara fréttir sem að væru undir eðlilegu kringumstæðum áhugaverðar. Pro og anti-EU eða ekki? Já, fá ekki nema 10-15% af þeim lestri sem að fréttir fá svona undir venjulegum kringumstæðum. Þetta er ekki sama skuggabann á X. Við erum að sjá þetta alveg svakalega mikið, þetta skuggabann á samfélagsmiðlum og þetta Bandaríkja stjórn hefur opinberlega tekið undir að þetta sé að gerast. Þetta var náttúrulega að gerast hjá Biden stjórninni. Þannig byrjar þetta náttúrulega. Þeir byrjuðu með þessi skuggabönn og þessara stjórnun sko og það var lekið út alveg hauga gögnum þetta og þeir gáfu bókstaflega tilmæli til Twitter og fleiri að fjalla ekki ákveðna hluti og jafnvel bönnuðu fréttaflutninga á öðru sko. Þannig að Mér finnst stór hættulegt að gangi inn í kosningar með þetta hangandi svolítið yfir sér að það sé verið að taka upplýsingar frá fólki sem að geta verið mjög kritískar í því að það viti hvað er að kjósa. Er þetta ekki eðli sínu bara, þú veist, ákveðin tegund af kostningasindli? Þegar ríki eða samtök, sko, yfirþjóðleg samtök eru farin að beita sig fyrir því að upplýsingar ræti ekki til þeirra sem er að leita þeirra. En erum við þá kannski komnir í þá stöðu, Piltar, að vegna samfélagsmiðla og áhrifa þeirra, sem að ég held að enginn efist nú þá sé þjóðaratkvæðagreiðsla
sem slík Já, bara vonlust fyrirbæri. Ef ekki hægt leggja niður hugmyndina, kasta hugmyndinni þjóðaratkvæðagreiðslu. ég held að við þetta frekar að reyna að stoppa það af að sko ríki eða ríkja sambönd seti reglur það hver tjáninga og málfrelsi og hvernig eigi að ritstýra því sko. Gæti ekki verið meira samlaður. Já, ég held að það sé hættan sko. Við höfum séð að styrk samfélagsmiðla, við höfum séð hvað eru öflugir, við sáum bara Facebook knésetja bæði Ástralíu og Kanada bara, þeir þurftu bara að fara á hnén þegar að þeir voru bara að stela fréttum af kanadískum miðlum, birta á þáverandi fréttaveitu Facebook undir því að þeir náttúrulega eins og allir vita þá, þú veist, ef þú sér frétt á Facebook ferð inn og þá ertu farin út af Facebook og inn á miðlinn. Þeir voru að birta fréttir stolnar beint frá miðlum í Ástralíu og Kanada inn á Facebook fréttaveitunni sem að hélt inni á þeirra svæði. Þegar að þeir ætluðu að bönnuðu þeim það með lögum, fólk getur flett þessu öllu saman upp, þá sögðu þeir bara, þau senduðu þeim bara puttan, þá bara bönnuðu við alla ástralska fréttir á Facebook. Og þetta gerðu með Kanada líka og þeir báðið bara að fara hnén, bara heyrðu, já, þetta kannski allt í lagi eftir allt saman. En þetta segir okkur það hvað fjölmiðlar eru mikilvægir. Sko, við til dæmis njótum þeirra einstöku stöðu, við og Mogginn, að við erum ekki með nema kannski svona 5-10% dreifingar frétta okkar á Facebook. Já, Takið þetta því. Svakalegt. Við erum hins vegar með sko minni miðla sem eru með hartnær 100% af dreifingu frétta sinna í gegnum Facebook. Þannig að við sjáum alveg hvar sko hagsmunirnir liggja í þessu. Þetta er áhugavert. Þetta er mjög athyglisvert sko og Af því að þetta er eitthvað sem varðar okkur öll sko, að það skiptir einhver máli hvor megin sko víglínunar í pólitík þú ert sko. Nei. Ef við missum það að vera með sanngjarna umfjöllun og sanngjarna atkvæðagreiðslu og sanngjarna spurningur og svo framvegis, að þá getum við bara hætt þessu sko. Þá erum við náttúrulega ekki með lýðræðis ekki lengur. Þannig að við verðum að sameinast þessar grundvallar reglur til að spila eftir sko. Og við þurfum svolítið svona líka bara, þú veist, ég er ekki að jarma hérna í ykkur og þú veist, grátbyggja ykkur eða neitt, en við verðum svolítið svona að fara að auka lestrarskilning á fréttum og fara að tala blaðamennsku upp eins og henni ber, ekki stöðugt að vera agnúast út í það sem að gert er, finna veikublettina eins og þið eru mjög oft í hérna og ég meina, ég hef alveg gaman á því líka sko, en við megum ekki bara vera í neikvæðni blaðamennsku eins og hún birtist okkur hér á Íslandi því að hún er bara að hverfa. Þú vilt sjá meiri uppbyggilega gagnrýni og menn fá þá hrós fyrir það sem þið gera vel. Endilega bara, þú veist. Við getum alveg tekið það til okkar. Ég meina, pæliði bara í einu. Fyrir kosningar, þá náðum við í stjórnmálamenn bara eins og að drekka vatn. Það var offrambóðar skoðunum. Þeir höfðu samband við okkur. Alveg bara, þú veist, vonu viti. Kosningunum var ekki fyrrlokið en að ég var bara sveittur í símanum, hringjandi 10 símtöl og það svaraði enginn símanum. Einmitt. Og þú veist, þetta var svo sláandi oft að langt sem ég var við þetta. En það hefur aldrei kveðið eins að ramta að þessu og einmitt núna. Og ef að almenningu gerir sér ekki grein fyrir þessu og áttar sig á því sko hvað þetta þýðir, þá náttúrulega er þetta bara borið núan. Þetta finnst mér rosalega áhugavert en þess að sko maður hélt að Stefán Einar væri nú bara svona einn í þessu að kvart yfir þessu að fólk væri ekki að mæta til sín í viðtöl eða þóri ekki að taka áskorununa sem að það er og ég meina hann er alveg frábær í því að mínu mati sem hann gerir, ég meina hann er augljóslega með sína skoðunur og svona og maður bara en hann er ekki að fela það heldur, hann er ekki að þykjast við einhver annar en hann er. Mér finnst að vera frábær spyrill. Ég skilðar pínu lítið að svitna yfir því að fara til hans. Ég held að það sé ekki gaman sko ef þú ert með einhver aðra skoðanir. Ég meina hann lætur alveg virkilega þurfa að svara fyrir. En það er einmitt það sem að gerir þetta svo áhugavert. Að sjá fólk undir pressu sem að er í valdastöðum og það sé verið að krefja það að svara sko. Já. Svo, þetta er líka bara spurningunum um upplýsingar sko. Já. En hann er ekkit einn að upplifa þetta, þið eru að upplifa þetta líka, það er ekki að svara. Bara tökum eitt lítið dæmi, Guðmundur Ingi Kristinsson sagði sig óvænt úr flokki fólksins.
hann skrifar einhverja stöðufærslu á Facebook, hann hefur ekki enn látið ná í sig, ekki enn, vegna þess að færslan hans sem að fjölmiðlar vitnuðu náttúrulega í, gátuðu þetta ekkert gagspurtan því að það er það sem þeir vilja ekki. Skildi eftir miklu fleiri spurningar heldur en svör. Af hverju hættiru í flokki fólksins? Þetta kostaði flokk fólksins eitt starfsmann, það var eitt sem fauk, sem sagt, það er eitthvað hondreglur það að þeir fái þetta og þetta marga aðstofamenn. Ekki enn hefur okkur tekist að ná í hann, við höfum verið að ringja hann reglulega. Já. Ha? Hann var búin að vera eitthvað lasinn og svona. Já. En sko, við erum að borga ykkur launin. Akkurat. Og hvernig væri að þið, kjörnir fulltrúar og líka bara stjórnsýslan áttaði sig á því að þið eruð í vinnu hjá okkur, ekki öfugt. Og svarið í símanum, í alvöru talað. Þú veist, og ef við getum ekki fengið almenning með okkur í þessar sjálfsögðu kröfugerð að svara manni þegar maður vil spyrja einhvers, þú veist, ég man eftir því að Davíð Oddsson þótti alveg frábær með þetta að vera stöðugt að gera út á þetta hatur á fjölmiðlum, og það voru mjög margir viðhlægendur hans sem að tók undir það og hlóa þessu, en þetta er stór skaðlegt ef við hugsaum þetta bara út frá svona almennum sjónarhornum. Já, en það væri kannski hægt að gaggrina, en á sama tíma að minnstu kosti upplýsa þjóðina, eins og segir, það er náttúrulega alvarlegt þegar ráðamenn er ekki að gefa færi á sér og er ekki að svara fyrir hluti sem eru mjög augljóslega fréttnæmir. Mér finnst það bara alveg, mér finnst það grátlegt, og mér finnst líka grátlegt að almenningur skuli ekki standa með okkur alla leið í þessu, til dæmis. Já, ég náttúrulega bara vissi þetta ekki, og ég náttúrulega svolítið í kringum menn í fjölmiðlum, þannig að það kemur mér á óvart að þetta sé svona heilt yfir, en einkennir þetta einhverja flokka meira en aðra, er þetta meira einkennir þá ríkisstjórnin, ég meina augljóslega er hún náttúrulega meira til umfjöllunar og í fréttum, náttúrulega eðli mál samkvæmt. Já, nei, ég held að sé nú kannski svolítið erfitt að segja það, ég tók nú Guðmund Inga Kristinsson bara einfallega sem dæmi svona, þú veist, eitt sem er á nýlega tæginu, og það er náttúrulega flokkur fólksins. Nei, já, nú svolítið erfitt með að segja það er mjög algengt að þú nefnir Stefán Einar, já, hann hafi verið svona útilokaður. Já, hann vil meina það og sérstaklega þá Kristrúnu Frosta og Þorgerði Katrínu, væntanlega. Já, hann kvartar yfir því og ég myndi vilja sjá þær þarna. Þetta er bara staðar sem að fjölmiðlar eru með, og við erum með fjöldan allan af fjölmiðla fólki sem eru komni núna inn á þing og til áhrifa, en það er eins og þeir séu hálfgerðir umskiptingar þegar þeir koma svo inn á þingið. En hvað getur fólk gert til þess að auka pressuna á ráðamenn? Sem blaðamaður, hverju myndur þú mæla með? Já, það er góð spurning. Bara til að mynda veri ekki alltaf að jagast í blaðamannum. Ég er komin hérna aftur og vona að þetta gerist ekki aftur hjá mér. Við tókum ekki einu sinni eftir þessu. Þetta var í svo góðu flæði. Við vorum að tala að fréttamenn náu ekki á stjórnmálamenn, og það sé orðið bara stórkostlegt vandamál. Ég er alveg sammála því með það sem að Jakob sagði í þeim skilningi. Ég ætlaði hins vegar að skjóta því inn þegar að sagði að hætta að tala illa blaðamenn. Þetta er alltaf sko, þetta er enn eitt dæmið með að sko, hann Jakob er að tala frá stað þar sem hann hefur rauninni efni á að vera að segja þetta. Þegar þú ert með, eins og ég bent á áðan, þegar þú ert með aðila sem að lenda í hakkavill frá að ósekju, í hreinlega bara logið upp á það af fjölmiðlum, þá finnst mér óhjákvæmilegt að hjóla í þá sem að gera það. Mér finnst það bara óhjákvæmilegt. Mér finnst þetta verið svolítið erfið deila til að leysa, því að ég held við séum allir sammála það að við viljum traust á fjölmiðlum aukist. Algjörlega, og ekki misskilja mig. Sko, fjölmiðlar, ég vil alls ekki undantekja fjölmiðla gagnrýni, það er þeirra súrefni beinlínis. Ég meina, aðhald frá almenningi er bara súrefni blaðamanna. Ég er ekki að reyna að sverja mér alla gagnrýni, þú veist. En sko, galin gagnrýni og heilt hatur á fjölmiðla
er ekki að fara að gera neinum greiða og það er rosalega mikið í lagaverkinu. Þórður Snær hélt því nú fram meðan hann var réttu megin línunar að stjórnmálamenn hötuðu fjölmiðla. Ég held að sé ýmislegt til í því hjá þýska stálinu sko, en hann er ekki barnana bestur nú þegar hann er hinum megin línunar sko. Nú er hann hinum megin línunar, núna ég ekkert í hann. Nei, hann stýrir öllu sko. Nei, þetta er bara eins og menn hverfi bara inn í Björg. Sem við erum að sjá. Já. Það er bara eins og menn hverfin í Björg þegar þeir komast að inn. Heldurðu að ef við tökum svona, horfum aðeins yfir síðustu ár og þarna spila samfélagsmiðlar mjög mikið inn í vegna þess að þeir nota þetta bara sem plattform til að senda frá sér einhverja tilkynningar og svo getum við ekkert spurt á neitt nánar. Þið er bara að pikka það upp og Já. Og þetta er svona og það ég er mjög á móti boðum og bönnum algjörlega, alla leið en við eigum auðvitað, þetta er fáránlegt að við, ríkið, stjórnmálaflokkar sérstaklega, sem að við erum að ausa peningum í, allir hérna 4, erum að ausa peninga í það og þeir ausa þessu yfir í Meta og samfélagsmiðla. Af hverju látum við þetta gerast? Af hverju bönnum við ekki stjórnmálamönnum að ausa peningunum sem við erum að láta það fá yfir til Mark Zuckerbergs? Hvaða dæmalösa þvæla er þetta? En þeir treysta ekki öðru heldur en að þeir komi ekki sínum skilabóðum í gegn nema bara með því að versla auglýsingar sem engin virðisaukaskattur er greiddur af til Íslands, kaupa það bara Zuckerberg. Þetta er algjörlega galið. Ég hef aldrei pælt í þessu sko. Þetta er alveg skemmtileg. Hver væri þín, ef þú ættir að giska, hver væri þín skref, hvort sem hversu mörg sem þau eru, til þess að endurreisa traust á fjölmiðlum og blaðamönnum? Mér langar að grípa þig aðeins þarna. Ég ætla að fá að grípa þig af því að ég ætla einmitt að koma inn á þetta sjálfur sko. Það er rétt áðan bara og ég var að byrja að segja sko byrjaði að hækka við á launin hækka launin og sérstaklega á eldri blaðamenn sem eru búin að vera með mikla reynslu en sko síðustu 10 ár og við horfum yfir og við erum með COVID og við erum með MeToo, það eru svona ákveðin deilumál sem að koma upp og við erum með umfjöllunum Trump þar sem að var svona BBC er að klippa eitthvað illa til, hann hefur verið, kallað á falsfréttaveitur, svona ýmsu fjölmiðla sem hafa verið honum, sumir hafa logið upp á hann og aðrir hafa honum verið óhlýðuhollir og ég held að sé engin blöðum með það að frétta, að hann fer nú stundum frjálslega með staðreyndir. Hann gerir það. En hann hefur líka fengið sko ósanngjarna umfjöllun og ef við horfum til dæmis í kringum COVID-tímabilið og fact-checkin sem að reyndust nú bara oft vera röng og svona alls konar áráður og mér hefur fundist þetta að hafa og þessi vókismi mér fannst hann gengisfella marga fréttamiðla og fólk misti svolítið traustið á meginströmsmiðlum og við sáum sérstaklega í Bandaríkjunum eins og CNN, New York Times sem þurftu bara að biðja opinberlega afsökun eftir 2016 kostingarnar Hillary á móti Trump að þú veist getur verið að þetta spili inn í sko að þetta sé svolítið kannski innflutt orðræða þeir eru að fá yfir ykkur drullu sem þeir kannski ekki að öllu liti skilið þú veist? Já, mér finnst bara fólk vera að arga gegn eigin hagsmunum, hreinlega. Já. Það er bara þannig. Eins og ég sagði á hann, það er svo erfitt að tala bandaríska fjölmiðla í þessu samhengi þegar þeir eru yfirlýstir eitthvað. Já, en ok, þá tökum við bara, íslensku, að þú veist, þetta kemur inn á þessu íslensku, eins og Jón var að segja, ég ætla ekki að leggja þér orðið í munn, Jón, það er kannski betra að þú komið með það sjálfur. Með að endurreisa traustið. Já. Og mér finnst sko það er klárlega hagur okkar að fá og eins og ég segi, ég er bara að segja ég er ekkert að segja þetta til að bara enn og aftur kissa eitthvað eða raskatið eða eitthvað, ég er bara ánægður með þig til dæmis sem blaðamann, mér finnst þú vera besti blaðamaður á landinu líklega og það er klárlega okkur í hag að fá fleiri eins og þig inn í þetta en það er ekki okkur í hag að fá einhverja aktivista sem er að blogga líkuð bara á netum, ég get ekki séð þetta svart og hvítt sko, það er ekki mér í hag. Nei, þetta er það sem að ég byrjaði nú á því að tala um sem er bara svolítið erfitt að viðuregna, sem er þetta sko
ef þú lítur á þetta sem fag sem að ég er ekkert viss að allt og margir geri, þá ert þú bara, þá verður að taka sjálfum þetta til hlýðar þegar þú ert í vinnunni. Akkurat. En það virðist mann ekkert alltaf gert og hvernig ná maður að hantera það? Ég meina, er þetta blaðamenn? Ég veit það ekki. En er það ekki einhver leiti ritstjórnarinnar að skerpa þessum línum við blaðamenn? Jú, vegna þess að þetta snýst allt einmitt trúverðuleika fjölmiðlana og ef það er ekki gætt nóg af þessu, gerðu greinamunur til dæmis á viðhorfspislum og fréttum, þá náttúrulega kemur það niður á trúverðuleika miðilsins, það segir sér sjálft. Já, gerir það sko. Já, mér fannst sko halla rosalega undan fæti á þessu tímabilum sem er COVID og fleira og þegar kemur að þeimins innflytjendamálum, ég bý úti, eða svona var með annan fótur alltaf út í Svíþjóð þarna árabil og maður tók eftir því að það var eins og ég kom inn á áðan að vera að fela ákveðna tölfræði og svona vera að sópa yfir einhver mistök sem kannski stjórnmálamenn hafi gert og svo hefur það einhvern veginn komið på daginn, þessar greiningar hafa verið framkvæmdar, það hefur komið í ljós að þeir höfðu rangt fyrir sér. Menn ætluðu að flytja hérna inn fólk frá, öðrum ríkjum, þriðheimsríkjum, þessi menaplönd til dæmis, sko, mikið af fólki þaðan. Hugmyndin var að hér væri búið að lækka dánatíðni. Nei, fyrir ekki að það væri búið að fæðingatíðni væri búin að lækka. Já. Þannig að hugmyndin var að fá fólk inn sem að myndi halda upp í samfélaginu. Það kemur síðan í ljós að því að það er náttúrulega færra fólk sem getur borgað ellilífeyrin fyrir þá sem eldri eru. Þannig að hins vegar það sem að gerist er það að þetta fólk kostar óbúslega mikið og í rauninni eru nettó skatt þiggjendur en ekki greiðendur þannig að þetta er í rauninni að gera kerfinu ennþá erfiðara fyrir. Þannig að þetta eru ennþá stærra problem og stærra fjárhagslegt vandamál. Akkurat þvert á það sem að Helgi Hrafn og fleiri í Pírötum voru að halda fram að þetta verður framtíðar skattgreiðendur og það er bara sýnt sig í þessum greiningum eins og Hollandi og Danmörku að það er bara kynslóð eftir kynslóð er þetta nett og neikvætt sko. En er ekki ýmis önnur vandkvæði sem að tengast þessu eins og það að þessu fólki er meinað að vinna meðan það er vonur viti á einhverju Jú, rannsóknir sýna það sem sagt, ef þeir fá að vinna strax að þá dregur það úr sem sagt tíðni glæpandum sem 25% mann rétt sem þetta er rannsókn, þannig að það er alveg rétt og sjálfsögðu þarf að vera þannig í pottin búið, en svo það er prófessor sem var hjá hérna í einni pælingu og sem kemur inn á það að þeimmis fæðingatíðni að hún er rosalega mikið háð húsakosti og með því að flytja óbúslega mikið magna fólki að þá hækkar að verða húsnæði og gera erfiðara fyrir og þetta hefur verið drifkrafturinn af verðbólgu. Þetta hefur einhvern veginn verið fjallað þetta allt rosalega jákvætt og það er rosalega erfitt einhvern veginn þegar við erum búin að stíga þá öldu og ætla að fara að spóla tilbaka. Það er erfitt fyrir atvinnu stjórnmálamenn og það er líka alveg pínu erfitt fyrir kannski menni svo ég veit ekki, Illugi Jökulsson eða einhverjum svona fréttamenn sem eru svona kannonur í sem búin að vera í svo lengi. Ég nefni hann nú bara, svona samhengislaust bara því hann hefur verið lengi, að þeirra menn alltaf fara að skipta skoðun frá einhverju sem eru búin að tala fyrir í áratug. Þetta er alveg svona, þetta er pínu erfitt sko. Heldur að þetta hafi áhrif á trúveruleika fjölmiðla. Allt þetta svona, vókið hefur svona fengið ágerast, veistu hvað ég meina? Já, eins og ég var að reyna að segja áðan með sko andan í samfélaginu að fjölmiðlar verða einhverju leiti að dansa með almenningi. Það er svona smá stemning sem verður að stíga, að fólk verður að lesa og taka það. Já, og ég meina ef að fólk lesa ekki fréttina, ég meina ég get skrifa frétt og það eru 1000 að lesa aðra og hinn sem ég skrifaði það eru 2 að lesana, ég meina eftir hverju fer ég? Hvað ber mér að gera? Mér ber að skrifa follow á þessa frétt sem að 1000 manns er að lesa. Það er ekki spurning. Hvenær er það síðan orðið clickbait? Við getum tekið þá umræðu enn í dag, sko, clickbait, fólk verðist ekki alveg skilja hvað clickbait er. Nei. Clickbait er einfallega það að draga fólk til lesturs á fölskum forsendum. En núna heitir allt clickbait. Já. Góð fyrirsögn, alveg upp á punkt og prikk, vísa beint til efnisinn sem er... Það er ekki clickbait, það er náttúrulega bara... Það er afgreitt umsöðalust sem clickbait. Þetta er bara clickbait miðlar. Og þú veist, maður bara... En hvað vorum við að tala um? Við vorum að tala um trúveruleika. Trúveruleika. Þetta er nú að klárast hérna, við hefum bara 7 mínútur eftir. Sko... Við erum alveg búin að grilla þig. Ok, ég skal bara gefa ykkur, ég skal segja ykkur það. Ég tel það að fjölmiðlar séu svona heilt yfir
og mér mjög illa við þetta meginströmsmiðlar því að það eru bara 3 eins og ég sagði ykkur áðan sem að geta hugsanlega flokkar sem einhverju meginströmsmiðlar þeir eru svolítið seinir að snúa olíuskipinu í átt að því að vókið sé dött en það er bara ekki alveg dött því að það er alveg búið að mergsjúa sig inn í kerfið stráka mínir. Það er búið að festa sig í Það er í fullri sessi. barátum. Ég spái ef við eigum svona lítið eftir hvort við ættum að kíkja á nokkur komment því að fólk er að missa sig úr gleði yfir, meðal annars feitum konum og öðrum lögum kátra pilta. Það er mjög augljóst. Og ég ætla að taka bara nokkuð, bakslag, bælingar, bókabrennur, ég fyrir þetta allt, segir Rúnar Gerard. Kristín Þormar, frænka mín, segir feminismin er eitraður og hefur valdið miklu skaða. Ég er ekki ósammála því. Bjarki segir svo fólk með Downs er líklega augljósasta dæmi hver fölsköll þessi dygðaskreiting er. Allt góða fólkið berst fyrir réttundum fatlar og kúara. Þegar það hefur valið fer það frekar í fóstureyðingu en að taka sénsinn að eignast barn með Downs. Það er engi vill svoleiðis börn svo þeir eyða þeim í þögn. Ég hef tekið smá svona skorpu þetta og er ekki hættu því. Svo er það engi svo smá svona umræðum ESB, bara ég vildi við hefðu meiri tíma til að taka það í kommentunum en þetta bras á mér kostaði svolítið tíma og Arnar Hægri ESB sko, ég bara veit þið það strákar, ég fór að geispa þegar við vorum að tala með ekki. Ég hafði svolítið gaman sko þegar þú var spínum blóðhittur út á ég nennis ekki þessar umræðu. Það er bara geggjað, þá spurðu okkur þann tíma. Ég er ekki ESB sinni eins og þar stendur sko, alls ekki. Nei. Bara alls ekki. Mínar stærstur áhyggjur með þetta með að erum við að fá sanngjarnar kosningar eða er þetta satt sem að Bandaríkjastjórn meðal annars er að segja þarna? Það sem ég segi er bara þetta, ég sé fram á bara mér til hryllings að þetta verði eilíðar umræðefni hér á Íslandi. Ég vil bara helst fá þetta úr. Það er ekki ólíklegt. Arnar, það hefur verið það í öllum öðrum löndum allavega sem er ekki gengið inn. Oh my god. Það segir, feitar konur er eitt allra besta lag sem hefur komið út á íslensku, ásamt laginu Addi og einstæðu mæðurnar. Svo kemur nú hef ég heyrt málsmetandi, fullkomlega hlutlaust djók, öfga vinstralið halda við fram að Copy Click sé hægri öfga blaðamaður. Hvað segir Copy Click við því? Er ég Copy Click? Greinlegt. Já, örugglega sakað steina á einhverjum. Já, það sýnir, sko, ég hef sagt það margoft, ég er flokkspolitist viðrinni og ég er, og þú veist, ég veit ekki hvort blaðamennskan hefur gert mig svona, ég hef engar sérstakar skoðanir og Guð minn almáttugur, ég er ekki öfgamaður í nokkrum skilningi. Ertu flokksbundin? Þetta segir mér það, nei, Guð minn almáttugur, ég held ég hafi kosið alla flokka og svo engan flokk, sko, margoft skilað auðu og ég er það ekki af því að ég þarf að vera það og af því að það hendar mér sem blaðamaður að vera það, vegna þess að ég hef talað mjög fyrir því að blaðamenn fá að tjá sig alveg eins og stjórnarskrá kveður á en það að ég sé hægri öfgamaður það segir mér alveg úr hvaða átt það kemur. Já. Ég hef finnst þér ekki svolítið steikt fyrir ég held að þú væri búinn. Ég ætla að segja finnst þér ekki svolítið steikt að það er verið að kalla þig hægri öfgamaður fyrir það einmitt að vilja leyfa öllurinn að heyrast, vilja elta það sem á að vera sagt og rétt. Það er eitthvað rosalega rangt hérna. Já, þetta er bara til margs aldarfarið stráka mínir sem hefur verið skelfilegt undanfarin 10-20 árin. Já, en ég er á þeirri skoðun að við erum að sjá þetta sko líðundir lok, þennan vókisma og mér finnst svona eiginlega sterkasta sönnun þess að vera svo að við horfum yfir sko þá flokka sem er að fá kosningu bara heilt yfir í Evrópu og jafnvel hérna á Íslandi líka að við erum að sjá til dæmis innflytjendamál breytast á Íslandi þvert yfir flokka, það eru allir konur með sterkari stöðu og stefnu, við erum að sjá þetta við sáum eiginlega bara í Þýskalandi, Hollandi, það var alveg sama hvert að liti og allir með svona harðari border policy, Ítalíu, Bretlandi, við erum með reform og við erum með
Nigel Farage líka sko. Mér finnst það að vera svona eitt sterkasta merki þess og hérna heima kannski að þú veist Píratar og Vinstri grænir þeir bara hreinlega þurrkuðust út af þingi. Ég finnst þetta að vera bara blasa við. Þetta blasir við sko, en það er svona einhver súper áhrifaríkur pínu lítill hópur sem að virðist hafa rosalega mikið með þetta að segja og manni finnst þetta að vera einhver svona elita sko. Og býður eftir því að einhver segi eitthvað sem er ekki alveg eftir bókinu þá bara mér finnst þetta að vera svona dauðakipur í bókinu, ég er að vona það. Og er að pikka svona út eitthvað sem að henda. En hérna Jón, hvað segir þú um það? Já, ég ætlaði einmitt að bomba hérna inn að við vorum að fá greitt komment hérna, Justice for JC, hann fyrir hérna, við þökkum hann að kærlega fyrir. Það er eins og miðflokkurinn komið með stefnur sem allir segjast hata, svo koma þessi flokka með light útgáfu á þeim stefnum, eins og til dæmis regnbogafána sem við vorum að sjá núna borgarstjórnina. Ég finnst það áhugavert. Það þarf að taka eitt kommenti viðbót eða? Það kemur að skuldastaða íslenska ríkisins stendur í 52% á þjóðarframleiðslu og meðan skuldastaða ESB stendur í 85%. Nei, það er ekki alveg rétt. Allra þjóða innan. Þetta er ekki alveg rétt. Málið er að Ég veit ekki sko. Já, að meðaltali þá er það skuldir þessara ríkja af vergri þjóðarframleiðslu sem að reynda brýtur sko Maastricht sáttmálann viðmið hvað er að skulda. En það er önnur saga. Málið er að inn í þessari tölu eru ekki lífeyrissjóðsskuldbindingar sem eru sko í sumur ríkjum sko 500-600% af vergri þjóðarframleiðslu sko sem að setur þetta í algjört uppnám og sérstaklega þegar að fæðingartíðin fyrir lækkandi og það er verið að flytja inn fólk sem er í nettó skattþiggjendur en ekki að greiða til samfélagsins og það er stóra problemi sko. Þannig að 80 endurspeglar enga veginn sko skuldastöðuna sko. Ég ætlaði bara að benda svo bara Jakobi á að lesa svona kommentin sérstaklega sem komi hérna í restina. Menn eru mikið að dásama hérna káta pilta, þannig að frá því að þeir ef við höldum annan viðburð á hérna vegum bakslagsins þá reynum að fá káta pilta til að spila þar. Það var gaman. Menn hafa haldið sér mjög misvel við hljóðfærið. Getur sagt ykkur. Þú varst á gítar og ekki? Ég get alltaf glamrað á kassagítar sko, það er ekkert problem. Það er verið með trommundar og bassan. Það er aldrei að vita að það getur fengið einhvern til að leysa af. Já, hann tekur hérna fram að tekur fram, ég ritaði copy click með tungu í innanverðri kinninni, sem sagt það augljóslega í svona ákveðni kaltæni, en hann svo segir Justice for JC líka hérna þannig að hún er meiri skuldsetningin heldur en 85%, sem sagt, það er það svo að segja. Já, ég hvet hann til þess að kíkja viðtalið við Frosta Sigur Jónsson og þá var hann að fara yfir þessar lífeyrissjóðsskuldbindingar, hann getur líka flett þessu upp bara á gervigreindinni og talað sem sagt hvað þetta er. Og þú getur reiknað þetta sem heildarskuldbindingu eða þessu þú þarft að borga á ári af vergri þjóðarframleiðslu og þú veist, það er svona mismunandi hvað er eftir löndum og svo framins en þetta eru risavaxna tölur. En við erum eiginlega bara runnir út á tíma, Jón. Er eitthvað að lokum? Já, ég ætla náttúrulega bara að segja að við verðum að pumpa smá hérna hugrekki í Sverri til að fá jafnvel bara Jakob einhvern tímann aftur við tækifæri þegar Sverrir í stúdíónu. Það voru gríðarleg vonbrigði að fá hann ekki hérna og reyna að kenna honum svona undirstöðuatriði í blaðamennsku. Fyrst og fremst fannst mér þetta bara skemmtilegt spjall sko, það hefði verið gaman að hafa Sverri hérna. Það hefði verið frábært að hafa Sverri og hérna ömurlegt að hann skildi þurfa að stökkva á vakt en hérna svona er það bara. Hvar er hann að vinna? Já, er hann ekki að vinna einhvers staðar hjá hinu opinbera? Já, hann er að vinna með mikið af erlendum konum sem að algjörlega dýrkan. Umönnunastarfi. Já, þetta er svona umönnunastarfi, já. Hann er svo góður í sér. Samt er hann ekki vinstri maður. Mjúkur faðmur ríkisins. Já, það er sitt hvað, hérna, opinber starfsmaður sem er á gólfinu og svo þessi endalösu millistjórnendur sem að þarf að hreiðra þeim sig. Jú, og þeir sem að eru áskrifundur á laununum sínum og þurfi ekki mæti vinnuna. Já, drottinn minn dýri maður. En Jakob, við erum mannastjórnendur, það segi ég. Já, það er eiginlega, við getum tekið það fyrir öðrum þætti, en hérna... Otto Björkarsins. Já, ég bara langar eiginlega bara að þakka þér kærlega fyrir komuna, þetta er bara áhugaverð spjall. Já, takk fyrir það, ég er nú bara svona að fara með gamla tuggur, svo sem.
Já, mér fannst samt alveg rosalega áhugavert þetta með stjórnmálamennina að þeir séu síður alveg að ná í sig núna heldur nokk tíman áður og mjög staðalega bara það var eitthvað sem ég var ekki meðvitaður sko. Nei, þetta er svona. En já, ég kveð bara hérna úr stúdíónu, Jón, yfir til þín. Já, bara ég ætlaði að segja bara að þetta er með að stjórnmálamenn vil ekki láta ná í sig eftir kosningar en séu hreinlega offramboð af þeim fyrir kosningar það er mjög áhugavert og bara Jakob Bjarnar, bara takk kærlega fyrir komuna, þetta er bara mjög skemmtileg spjall. Takk fyrir mig og takk fyrir vatnið. Já, gjörðu því svo vel maður. Takk fyrir. Ég hefði búið upp að bjór. Það voru næst. Já. Takk.